Hvað hundurinn, þú varst að hreyfa hundinn? Já, sko, þetta Theodore Roosevelt, heitir þessi hundur, fekk hann fyrir 2,5 ári síðan og hann bara alltaf með mér. Ok. Hann smá aðskilnaði kvíða, okay. Þannig að hann bara alltaf með mér. Akkur Theodore Roosevelt? Já, hann hét það bara, þegar við fengum hann, þannig að við heldum því að þetta bara Teddy og æðislegur hundur, sko. Hann voðalega rólegur, heimilislegur. Já, ég held fyrst að hann væri þunglindur, hann var svo rólegur þegar ég fekk hann, það var lítið hvolpur og bara var hann algjörlega slakur. Já. Þannig að við erum, sko, fínt að hafa mig og hann, eitt rólegan og svo mig. Já, hefur alltaf verið svona æstur? Nei, sko, í rauninni... Atorkusamur. Já, sko, í rauninni það pínlítið þannig að ég nefnilega, þetta smá miskilningur, held ég, hjá mörgum. Ég svona frekar kannski duglegur, myndi orða það þannig, en alveg slakur stundum, sko. Bara get lesið bækur bara í alveg róleitum og elska að lesa bækur. Og get legið bara, þú veist, á sólarströnd eitthvað svona marga daga að reyfa mig. Þannig að það ekki alveg þannig. En þegar ég fer á stað svona, þá langar mig að halla mig mikið fram og keyra þetta alltaf svoleiðis. Hallaði fram? Já. Hefur áttu auðveldara þá með að vera slagur þegar þú færið út á svona þína, eða? Sko, nei, sko, ég trúi því nefnilega og ég alltaf trúa því að ég geti stilt mín eigin orku. Ég veit ekkert af hverju, ég bara alveg frá því að batt og bara hef ég trúað þessu. Bara náttúrulega eins og svona takka. Okay. Þannig ég get bara stilt hana. Þannig ef ég þarf að vinna óbáslega mikið í 3 daga, bara stilli ég á þá stillingu sem að þýðir 3 dagar, eða eitthvað slíkt, sko. Gat þetta alveg í gamla daga, en nú maður aðeins eldri og þá var maður í smá vandræðum með þetta. Okay. Ekki alveg kannski eins, stillingin ekki eins. En ekki sá. Já, eða ekki eins já, líklega það. Ég held að það var ekki eins nákvæm, en líklega bara ekki eins há. Það líklega það sem að gerast. En, já, einhvern veginn, ég oft svona hugsað, sko, nota svona aðferðir gegnum tíðina að ef ég liggi upp í rúmi, upp í sofa og ég hafa fjastringið aldrei langt eða eitthvað svona og þá hugsaði að ég nenni að ná í fjastringuna, sko, áður en það gerist bara, þá stend ég bara upp og þá ég að labba að fjastringuna og næ hana, þá ég að hugsa að leiða og ég nenni ekki að ná í hana, ég er samt búin að ná í hana. Þannig að alltaf þegar ég geri helst hlutina svona strax, svona sem ég Þarna finnst mér að komin á lykilpunkt sem ég tók mig mörg ára sem ég var að velta fyrir mér. Að hjá mér var alltaf þannig að ég vildi að tilfinningin kæma undan aðgerðinni. Já, þetta akkurat auðvitað. Þetta akkurat auðvitað. Ég nefnilega tók mig langan tíma að fatta. En ég held þetta sé, sko, ég hef bara alltaf gert þetta. Ég veit ekki, þetta ekki svona beinin í vísindi á mér, en ég hef bara gert þetta. Bara, þá ger ég þetta bara. Og mér finnst engin verk eiginlega leiðileg. Nei. Mér hefur aldrei leiðst eða ég fundi eitthvað leiðilegt. Nei. Og ég held að þetta sé bara eitthvað svona, já, mér finnst flest allt gaman, en ég verða að viðurkenna að vera með kannski svona að reka day to day eitthvað, alveg bara verður eins og í Latabæði vissi maður var að fara 5 ár fram í tíman, vissi maður hvað maður var að fara að gera á miðvikudegi. Já, svoleiðis. Það var aðeins að eyðileggja mig. Já. Bara allir dagar fullir. Já. Það var erfitt. Mér finnst það svona fyrir mig sem svona creator, nema Latabæri var mjög skapandi umhverfi, þannig að það var allt í lagi. En það var erfitt. Ég þarf svona pínu sveigjanleika og til þess að og þess vegna held ég að, sko, raunverulegt ríkidæmi þegar þú ræðið þið sjálfur. Já, ég sammála því. Já. Sammála því. Varst alveg ungur búin að átta á því að þið langaði að ráða þið sjálfur? Ég hef eiginlega alltaf unnið vinnu sem reyndar það sem ég að keppa við klukkuna. Okay. Eða afköst. Okay. Það eiginlega þannig að ég hef alltaf verið þannig einhvern veginn vinnir svona það sem að meira sé ég vinn hraðar eða gerir meira þá fæ ég annarkvæmt meira borgað eða ég fljótari með þetta eða eitthvað slíkt, sko. Okay. Ég vil að oftast unni bara slíka vinnu. Og það er svona hvatningakerfi. Já, innbyggt hvatningakerfi. Eitthvað innbyggt, ég veit ekki af hverju. Og mér fannst þetta gaman, sko, ég gera þetta svona. Þú veist, ég náttúrulega unnið mismunandi vinnu og ég byrjaði ungur, ég átt sagt þess að sög út allt það sem hljóp með símskeiti í borgarinsi, ég var svona hlaupandi eiginlega símsvari, sko, og þar var bara að kalla á gluggar Maggi og ég tók við og hljóp og náði einhvern í síman og sagði viðkomandi út úr pósturinn og kallaði Maggi, það er hérna síminn til Guðmundar og þá tók ég einhvern miða og hljóp heim til hans og bankaði það síminn til þín og hann fór niður og svaraði síman, keyrði niður til og þetta var alltaf stundum kannski 3 til 5 sinnum á dag og
og ég var kannski bara svona mjög ungur, ég var kannski svona 5 til 8 ára og þá stundum var þetta kannski eins og einn maður bjó mjög langt í burtu, kannski 6 kilometrar. Það var aldrei mikið að hlaupa það. Það er slatti. Já. Aftur tilbaka? Já. Og svo 3 og 3, sko. Já, 3 og 3, ok. En þetta gæti verið kannski 3-4 sinnum á helgi og þannig maður var og þá borðaði ég svona ber alltaf sko á leiðinni, ég var alltaf að hlaupa einhver staðar með þessi skeiti, var kannski að leika með Maggi, hoppaði ég og hljópa náði þetta, fekk borgað og þá stoppaði ég alltaf í görðum og stál svona rababara eða stál vínberum eða ekki vínberum, svona risberum og borðaði, ef það var svona yfir garðin svona út á stéttina og gæti maður borða æðislega gott að fá svona rauðber. Þetta hljóma bara svolítið eins og íþróttaálfur. Já, og það ekki að segja stundum sko, þetta stundum þetta fyrir fram að þig, þú veist, ef þú verður til dæmis bakari, þá byrjar að elda með mömmin og pappa kannski að búa til mat og þannig að snemma, kannski fékkstu uppskrift frá ömmuðinni og þannig að það liggur held ég aftar í mann ef maður heldur. Já. Ef maður skoða lífsitt. Já. Með bækurnar, þú sagður getur alveg verið að lesa, man ég rétt að ég hef heyrt einhvern veginn viðtal við þar sem þú sagður og verður að nýta tíman og verður með einhvern svona bucketlista yfir einhverjar 100 bækur sem þið langaði að lesa. Nei, sko, þetta er eiginlega kannski smá rétt held ég, sko, en það er eiginlega meira þannig að ég hef rosalega gaman að lesa bækur, mér finnst það bara skemmtilegt og sérstaklega því að ég trúi á, ég trúi á svona 5 skokk. Ok, 5 skokkið er það og ger ég marga hluti í einu. Það þýðir einhvern veginn þannig að þú ert kannski að fara út á, ég kallar það 5 skokk í gríni, að þetta er svona, þú ert að skokka og þá ert að kannski að hlusta á eitthvað, þú ert kannski að læra tungumál. Svo ertu kannski samt að hlaupa líka með bréf. Svo ertu kannski líka að fara í heimsókn. Kannski líka, þú fer með bréfana og svo fer ég heimsókn til ykkur. Svo ertu kannski að hlaupa líka út með hundinn. Og þannig að þú ert að gera 5 hluti í einu. Þannig að þú veist að gera bara 1 hlut í einu fannst mér stundum dálítið sérstakt. En þegar maður er að lesa bækur þá vil ég bara lesa bók. Já. Ég vil ekkert 5 skokka þar. Nei, en er það nokkuð hægt almennilega? Ég veit það ekki, ég var alveg tilbúin að gera eins og ég segði vinn minn eins og ég er tilbúin að gera einhverja íhugun svo framalega sem ég fæði að gera eitthvað annað á meðan. þannig að það er kannski svona smá 5 skokki því. Já, okay. En ég er eiginlega þannig að sko við gaman að lesa bækur og þá var það þannig til dæmis þegar ég var að lesa þá var ég mikið í flugvélum, ferðast rosa mikið og þurfti að fara mikið í flug og þá var sem ég rosalega gott að taka minnum bækur og lesa í flugvélni og þannig ég var komin á það að hlaupa niður á bókasafn, tók bækur úr hillunum sem ég gæti ekki horta á, bara tók þær bara, setta í póka, fór sem það í flugvélina og opnaði bara og ég verða að viðurkenna að sko þetta var alltaf erfitt fyrstu 2 árin sko, svo tók ég upp bókina og ég varð að lesa hana og þetta eru bækur sem ég hafði engan áhuga að lesa þannig að þetta var svona bara hvernig valdur þær þá? Ég bara valdi þær ekki, ég bara hljóp inn og tók þær ég mátti ekki skoða þær, ég bara tók bara á hillanum og svo sett ég bara í póka og svo var ég að lesa þær og fyrstu 2 árum var þetta pínund erfitt en svo er þetta orðin skemmtlistu bækurnar sem ég les, það eru bækur sem ég hef engan áhuga að lesa og þetta víkkaði sjóndeildarhringi mín alveg ótrúlega og það var einhvern veginn þannig sko að það var meðvitað svona fyrst svona því ég var búin að gera þetta nokkur sinnum og þá fór ég að taka svona þynnri bækur aðeins sko að ég til að vera, svo ég lendi ekki í einhvern dóðarand og notaði það afsökun að vera svo erfitt að vera með eitthvað þungt í flugvél en það var ekki alveg það sko, það var bara þannig að þú varst að taka þetta svona en þetta gæti verið um ketti eða geimfara eða hvernig átt að gera eitthvað vindla og kúbu alveg bara upp í skáldsögur, upp í listamenn eða hvað sem er, bara listasagan eða hvað sem er, þannig að ég elska þetta og þess vegna held ég að við gerum alltaf sömu hlutina aftur og aftur, við keyrum eins í vinnuna við sömu leiðina, við kaupum sömu fötin og borðum sama matinn og pöntum sama og við förum svo sjaldan út úr þessu boxi og ég held að fyrir sköpun sé alveg lífsnauðsilegt að gera það. Þetta var með þetta fyrsta sem ég hugsaði, þetta er svona ákveðin æfing fyrir heilan. Já. Gera eitthvað alveg nýtt og þú ert í raun og vera að fikta þessi taugabrautunum. Já, mér finnst þetta áhugavert. Mér finnst það svo þegar ég fór og keppti Allir geta dansað og þá var ég fyrsta skipti í mörg ár sem ég fannst ég verið svona í alvörun að læra eitthvað sem reyndir svona mikið á mig að ég var að sjokka kerfið. Sko. Já, ég veit það. Við höfum ógeðslega gott af því. Það er alveg ótrúlega, það var gaman eins og þú talar þann þátt, þá sér það allt innu fólk sem bara fyrst er þetta í smá vissinni með þetta, svo sér maður bara framfært einni viku. Ótrúlegar.
þannig að fólk getur gert miklu meira en það heldur. Já, við erum yfirleitt, það ekki svolítið þannig, þú kannski svona meiri sérfræðingur í því en ég, að það yfirleitt þessi fyrsta skipti sem svo rosalega erfitt og þá maður bara, nei, ég get þetta ekki. En svo koma framfæriðna bara strax í skipti 2 eða 3. Já, ég segi stundum sko að ég held að annars skipti sé erfiðara heldur en fyrsta. Að því maður veit stundum ekki alveg hvað fyrsta skiptið maður eins og hoppa í fallegastökki og fyrsta skipti, en annars stökkið, þá veit maður það kannski. Þannig að stundum í sumum tilfellum annars skipti erfiða, ekki alltaf en stundum. Og þannig að en ég veit ekki, ég held að fólk geti bara meira en það heldur. Manstu eftir einhverju einni bók sem þú valdir svona sem satt bara rosa í þér? Það eru sko sem satt í mér bara eða bara eitthvað sem þið fannst alveg geggjuð? Nei, ég get ekki sagt sko, það sem eiginlega gallin við mig, já, ekkert uppáhalds fótboltalið, ekkert uppáhalds íþróttamann, ekkert uppáhalds tónlist, enga uppáhalds bók, og ég var alltaf að fá þetta hvað topp 10 bækurna eins og lest eitthvað svona. Þetta svo mismöndi út frá hverju ég er að fara, eftir hverju ég er að fara í rauninni, en það eiginlega sko, mér fannst þú veist, ég las sko Lao Tse var mjög lítil bók, las hana. Bókin veginn? Já, og hún var, ég var búin að lesa hann einhvern tímann, en aldrei virkilega, las hann rauninni ekki alveg bara svona hratt eitthvað á náttborðinu, svo allt tók ég eins og litla bók, bara svona dungtekið það þá var það hún, og ég virkilega las hana og bara aftur og aftur í fluglinni, ég hafði mjög gaman og þetta það frábær bók, sko. Já, ég man núna fyrir einu náungar sem ég talaði við sem sagðist þeirra búin að lesa hana 25 sinnum og sagði, ég er búin að, og þetta er alltaf ný bók, einn skipt sem ég lesa. Ég get vel trúið til rétt. Þetta svona saman með Laxness, maður getur lesið þetta aftur og aftur, vel skrifað. 7 atriði, ekki bara á blaðsíðunni, heldur 7 atriði hverju setningu, sko. Mér langaði svolítið, við töluðum það svona fyrir viðtalið að vera með nokkra fókuspunkta. Mér langaði svo mikið að tala við Latabæ og bara því þetta svo svona, við erum fljóta að gleyma, þetta svo ofboðslega stórt svo í sletti projekt. Hvernig, ef við myndum bara svona fara í þrepin, hvernig var svona fyrsta hugmyndin? Og var fyrsta hugmyndin eitthvað lík því sem þetta varð síðan á endanum? Sko, það sem auðvitað, þú veist, Latabær var alltaf stórt partur á lífi mínu, sko, og auðvitað margir búin að heyra þessa sögum Latabær oft, sko, þannig að maður oft svona reyna, kannski svona, maður búin að tala þetta oft og maður langar oft að segja svona einhverja aðra sögur á Latabær eða svona, eitthvað annars sem fólk hefur ekki heyrt, kannski gegnum árin, en það eiginlega þannig að, sko, ég var eiginlega að kenna leikfum allan heim sem hobby og kendi leikfumi bara út allt og þá var bara svona leikfumsbylgjan að byrja. Var það þegar þú varst í þolfuminni? Já, þetta var fyrir það, jável, sko. Þetta var svona, áður í byrja að keppa og allt svoleiðis, það bara var að kenna kennurum, bara þau vorum að bara byrja í völklass eða eitthvað svona fyrir mörgum árum. En svo, og þá tók ég alveg eftir því að það var verið að þjálfa fullorðna en krakkarnir smátt og smátt svona voru bara að verða út undan og ég sá fyrir mér bara að það verður eitthvað stór slist bara til 30 ár bara í heilsu barna ef við gerum ekki eitthvað í þessu, sko. Og það er að koma meira entertainment og meira ýmsu, sko. Og mér langaði að búa til eitthvað prógram sem krakkar gátu eða fjölskyldur gátu svona heilbrigðan lífstíl, að þetta voru oft ekki svona, þú veist, þetta var ekkert byrjað og þá fór ég að prófaði þetta út allt og eiginlega var að prófa Lazytown svona á þess að vera kannski með íþróttálfin og allt þetta persónu og svona. Svo fann ég bara út smátt og smátt hvað ég þurfti að gera og Kalli Æskunni talaði við mig sem var bækur eða bókafjóla og Karl Helgason í Æskunni sagði maður getur ekki skrifa bókum þetta og ég setti þetta á blað og við skrifaði þetta og gaf þetta út og þetta ekkert brjálæslega frábæra bókmenntir, ég verð nú að viðurkenna það, sko. En það var ég, þú veist, fullir vinnu út allt, sko, að gera alls konar hluti á þessum tíma, en þetta seldist vel og fólk var ánægt með þetta og svo gerði ég leikritið og Baltasar var með mér í því og þetta var alveg gríðarlega vinsælt, sko. Og var bara eiginlega svona smá köld, sko. Og síðan fór þetta í Þjóðleikhúsið og svo var spil og svo var þetta bara alls konar átök sem ég gerði og svo kolli.
en svo tók maður þetta lengra og hugsaði get ég gert þetta sjónvarpsþáttum, svo var þetta sjónvarpsþáttum og fór þá bara allan heim og... Mér langar svolítið að forvitnast að því ég hef svona fengið smjörþef að því að vera frumkvöðl og búa til hluti sjálfur en þetta bara á svona einhverjum allt öðrum skala heldur en það sem ég hef gert og ég farin að gefa mér alltaf bara þegar eitthvað býr til eitthvað sem svona stórt að það sé svakalegt ströggl og vinna þarna baki það svolítið það sem að mér langar aðeins að veiða upp úr þér bara hvernig að því þú veist, við sjáum alltaf einhverja birtingamenn sem einhverjir sjónvarpsþættir og eitthvað sem flott en á bakvið það eru fundir með markastjórun, það fjármögnun það þetta Það eiginlega þannig, held ég þegar það þarf að hugsa ótrúlega mikið þegar þú ert svona frumkvöðl og ert að gera ykkur hugmynd það er til dæmis á Latibær, það er að vera tímalaus þú þarft að spá í það, hvernig ger ég hann tímalausan bara í hönnuninni og öllu slíku og ég vil segja það alveg hér að ég á ekkert langt frá því allt í Latabæ ég var með alveg ótrúlega flott starffólk og ég viðurkenni það að ég hef örugglega ýtt í lengra heldur en það hélt að gæti gert ég myndi halda það og ég hef alveg örugglega verið erfiður og örugglega stundum verið kröfuharður og svona en ég held ég að verið sanngjarn og ég myndi halda það og þá pressaði maður oft verkefni lengra og þegar maður var að gera eitthvað hluti eins og til dæmis það þurfti að vera tímalaust og eitthvað svona, þá þarf það að gera vissa hönnun til þess að það yrði tímalaust, það er allt bóið til dæmis í Latabæ, maður sér ekki hvað áratugur þetta er þetta 1930, er þetta árið 2000, hvað er þetta það má ekki sjást í hár til þú sérði í klippingum strax ef þú gerir sjónvarpsefni, þetta síðan Friends, þetta er 1990 skilur við eitthvað, skilur mig og sér það bara hárinu, eða fötum þess vegna eru margir í búningum Akkurat. Til þess að búa til að það sé tímalust þú þarft að hanna heiminn allan ég þarf að hanna allan heiminn alveg frá bara hvernig eru skýin í Latabæ og bara hvernig er penni í Latabæ hvernig er ég man eftir til þess að hún var að gera brúðurnar með Níl Skaland sem að fekk Óskarinn fyrir myndina Babe og ég var alltaf að leita svona fólki út allt og því ég fór til þeirra og sagði herðu Níl Skaland getur þú gett hérna brúðu fyrir mig veitu, hver ert þú? Ég er frá Iceland og bara, how do you like Iceland? Láfið, og hann bara, af hverju er ég að fara að vinna með þér? Ég er Óskarsverðlaunahafi, og ég er að tala hann inn á það að selja hann hugmyndan að þetta væri frábært, svo byrjum við að gera brúður og hann var svona latex brúður, risastórar og mjög flókið og flest svona brúðusjó, þau eru, þannig að þetta eru dýr, þannig að þú hreyfir körmit, þá getur hann gert bara svona með hendunar, körmit bara, þarf ekki að spá í fysikina. Þú veist, körmið getur beiglast og svona en þetta voru humans þetta voru brúður en þetta voru átt að vera fólk þannig að brúðar mátti ekkert snúa hausnum allt í hennu bara stóð skrítið hún þurfti að vera eins og maður operate eins og manneskja þannig að þetta voru latex brúður og búið til latex og þá ringdi hann eins og í mig inn á nóttina og ég var vorum bara að hanna þetta og teikna þetta og senda út hugmyndir og klippa og allt sem að datt í hug og einu á nóttina ringir hann í mig og segir maður ekki skótnir, hvernig er skótnir á svona brúð og ég hugsa bara skótnir, hvernig gerir skó af því að ef ég ætlaði að gera brand sem er mjög þekkt allan heim, þá get ég ekki tekið Nike skó, því þá myndi Nike ég ætla að gera eitthvað svipað á Nike þá myndi Nike bara kæra mig þú ert að stela hönnun okkar þetta er svona litli hlutir sem maður gerir sér grein fyrir og svo ef ég hugsa, býtu, hvað ger ég þá? Ég þarf að fara að búa til skó þannig að allt í einu var ég bara heim með nóttina bara og tók alla skóna fram og þurfti bara að fara að teikna skó bara hvernig ger ég skó og ég var sem að fara að gera barnefni samt bara að því þú átt ekki peningin til að fara að kaupa hönnunina að því þú ert frumkvöld, þú átt ekki bara kemur til einhver sem segir, getur þú teikna fyrir mig skó já, hvað ætlar að gera við þetta? Ég ætla að gera heimsfrækt efni í bara 100 löndum þá vil ég fá fyrir það 10 milljónir þú átt ekki 10 milljónir þannig að bara svona lítið dæmi sem gerir aldrei grein fyrir sem frumkvöld í hverju þú lendir þetta þarf að vera curriculum þetta þarf að passa inn í alls konar curriculum mátt ekki mismöndi menningastig þetta þarf ekki að ferðast yfir landamæri þetta þarf að vera þannig að íþróttálum má ekki hoppa mjög hátt upp og sjá stund í skónans þetta þarf að vera til dæmis mistök sem ég gerði var til dæmis logoið í Latabæ það var alveg fáránlegt til dæmis að hafi gert þetta logo vegna þess að það er skrifað Lazy Town eða Latibær og ef þú gerir það til svo kínversku eða japansku eða einhverjum öðrum bara þá lítur þetta alltaf öðruvísi út
þetta logoði breytist og ef þú ætlar að gera þetta á þýsku þeir ekki eins og með orðið latur á þýsku það ekki til, held ég sko þannig að þetta er þessi slapp eða eitthvað svona og þannig að í rauninni þá það þannig að þú eiginlega bara logoðið mitt hefði átt að vera sko epli en það var eitthvað annað búin að taka það sko bara svona íkon og svo þyrftur þú kannski logoðið ef maður hugsaður bara eitthvað logo í heiminum eins og Apple logoðið til dæmis þá eru þeir líka með shape að maður sér sko á iPadinum, tölvunniðinni eða símanum að þetta allt svona bogið á köntunum, þeir eiga shape þeir eiga líka hreyfingu þannig að þú veist bara ef þú gerir svona, þeir eiga þessa hreyfingu að svæpa svona, en Lazy Town á þetta líka á hreyfingu, Lazy Town líka sound og þannig að ef ég myndi segja þetta sound alls þar í heiminu vita krakka hvað þetta þannig að og það þyrfti að eiga smashable þannig að þú myndir henda því í jörðina eins og sá sem fann upp Coca-Cola-flöskuna bjóti Coca-Cola-flöskuna eins og Coca-Leaf og svo smassar því niður og tekur eitt brot upp þá sér þetta Coca-Cola-flöska og bara þetta Coca-Cola-flöska og þannig þyrfti brandið þetta að vera þannig að þú ert að búa til ykkur á sköpun en hún þarf líka að geta selst, hún þarf líka að geta ferðast hún þarf líka að geta stækkað þetta oft svona tjallansið þegar þetta frumkvöld. Hvernig fyrir mann sem búin að vera bara að kenna leikfimi og eitthvað svona kom það eðlilega fyrir því að hugsa svona stórt? Já. Áhugavert. Það tvær ástæður fyrir því, myndi ég segja. Það náttúrulega miklu fleiri, en ég skulum segja tvær til að einfalda viðtalið. Það þannig að ég lærði eins og alltaf að vera arkitekt og hafði mjög gaman aldrei hönnun og fór að læra smíði til þess að læra að byggja hús og svo ætlaði ég að vera arkitekt. Þá segir smiður við mig sem var að kenna mér, já, þú ert bara hérna í 4 ára námi, allt í lagi, bara að vera smiður, en ég ætla að kenna þér þannig ég ætla ekki að tala neitt við þig. Meðan ég og ég bara, þetta verður ömurlegasta vinna sem ég lendi á ævinni, ég að fara að vera hérna í 4 ára og það ekki að tala við mig. Það sem hann átti við, og ég lærði mest að þessu öllu, sko, það var þannig að þegar ég handlangarinn sko, ég að læra á honum, ég neminn, ég að horfa á hann vinna og hjálpa honum og hann að saga hvað næsta sem heyrist? Það doing, spýtan dettur þá og ég að grípa hana ef hann að negla nagla dung 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 1, dung 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 2, dung 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 3 meðan ég að sópa gólfið þá ég með þetta í undirmeðindunni dung 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 dung, hann að negla bara þá veit ég, þegar hann búin að gera þetta nokkru sinnum þá þarf ég að fylla sunduna hans á nöglum af því að ég heyri dung 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 100 naglar, dung 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 120 og svo bara komin í það 187 í pakkanum, bam, þá þarf ég að fylla þegar hann fyrir upp í stiga eða gerir eitthvað, þannig að í raunin þá þarf ég rétt honum eitthvað, taka á móti ykkur þannig að í raunin það sem hann var að kenna mér að hugsa fram í tíman svakalega æfingi athygli hvað kemur til með að gerast þannig að margir iðnaðarmenn lendi í því og það þekkjaði allir, kemur iðnaðarmann í vinnuna kemur til þinn, föstudegi, skoða verkið mæti síðan á mánudegi, svo byrja hann hörðu, já, mér vant að stiga, já, snúr hann svo langt frá ég þarf að ná aðra snúru, nú, mér vant að líka skrúa, þetta steinveggur, ég þarf að ná í þetta hefði hann allt geta gert þegar hann kom og skoðaði föstudaginn, sko, bara dung, 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 dung og þá var hann með það tilbúið til að sjá fram í tíman þetta var fyrsta sem hjálpaði mig mikið að vera að gera sem ég var að gera, að hugsa hvað kemur til með að gerast hitt var að kenna leikfimi þú ert með 100 manns í tíma og ég lærði ótrúlega mikið af þessu að kenna fólk í leikfimi fyrsta lagi þarfst að þekka kúnnaðin mjög vel, þarfir hans það eru 100, þú eru 60 mínútur til að kenna leikfimi og það eru 100 manns í tímanum sem koma öll með mismunandi ástæður í tíman einn komið til þess að horfa á fallegan kennara og annar komið til að fá ég var að setja þetta inn bara ég að kenna en einn kemur kannski bara til að sjá kennaran einn kemur til að hlusta á góða tónlist einhver annar kemur til að verða sko fá góðan rass, næsti vill fá mikið þól, annar vill bara fríka út og gleyma vinnunni sinni sko einn kemur bara til að vera með eða bara eitthvað þannig að það 100 manns þarna inni með mjög mismunandi þarfir þú þarft að vera með 60 mínútur og þau labba út og allir bara, þetta var geðviku tíma þetta er bara nákvæmlega sem ég þurfti þetta er bara akkurat tailor-made af mér þannig að þú varst góður í þessu það gastu sett svona krydd á alla í tímanum að þú vissir hvað verið í gangi settir eitt Elvis-lag á fyrir þennan og hinn föttuðu það ekkert sko en hinn var bara Elvis-lag, var geðveikt eða þú gerðir arbeira fórst hærra upp með tempóið eða gerðir eitthvað
þetta svona lesa salin. Þetta mér finnst þetta geggjað hvernig þú útskýrir þetta. Já, og þetta partur af því, held ég, sem mér fannst ég læra að, svona fyrir Lazy Town, að bara, hvernig get ég látið barnaefni ferðast allan heim, hafa áhrif á fólk? Hvernig ger ég þetta? Sko ekki nóg með það, heldur verkefni Latabæir, þú getur, kunniðin skilur ekki einu sinni það sem þú ert að gera. Ef þú segir við lítið barn, ef þú borðar þetta epli, þá verður heilbrigð til 10 ár. Krakkin ekkert að verða 15 ára bráðum, hann ekki eins og vera 20, það bara gamalt kall, skilur, og það veit ekki eins og það koma helgi. Það er ekki hugmynd. Þannig að þú þarft að koma því þannig inn að boðskapurinn sem þú ert með þarf að vera með að þið langi til að taka þátt og þegar maður vekur áhuga ykkur þá það drifkraftur til að keyra áfram að vekja áhuga. En þá kemur ein spurning út frá þessu sem lendur þá einhvern tímann í að þú ert í ferlinu og það verið að gera eitthvað á græja og þá fattar á einhverjum punkti ég var ekki búin að hugsa þetta nógu langt fram í tíman og þess vegna stoppaði þetta á einhverjum stað. Skilur þú hver fara? Já, alveg pottið. Ég nefnir sem dæmi, íþróttálfur númer 10. Út okkur sett ég 10 á hann. Jú, það eru til frábæri fótboltamenn og íþróttamenn með 10, ég meina, þeir eru frábæri. Pele og bara Maradona og svo eitthvað svona fleiri. Já, mér þess að gjöf frá Maradona bara með bollunum hans. Í alvöru? Já. Shit, Maradona ótrúnaða góða mitt. Já, en sko, ástæðan fyrir númer 10, að því að hugsaðlega hefður við getað, setna með, gert íþróttal númer 1, bara bíómyndina. Eða þú farið og sagt, nú ætlum við að finna Sportakus eða íþróttalveg númer 11. Hver er hann? Og kannski var íþróttálfurinn númer 8 í hjólastól. Bara ógeðslega góður. Kannski var íþróttálfurinn númer 7 bara kona eða þú skilur hvað sem Þannig í rauninni gat þetta verið bara hvað sem það gat allt gerst. Anything is possible, sem við sögum stundum. Og þegar þú býr til þannig koncept, þá þarftu opbáslega pre-production eða mikla hugsun til að gera það og mikla pælingu. En það hefur gerst, til dæmis eins og með logoið. Ég vildi ég hefði verið með bara icon en ekki stafi, eins og bara epli. Það fitta leistan eða Latabæin vel. Svo það í sölun, ég gerir grundalega mistök þar til dæmis. Ég gerði samning við Nickelodeon að taka Latabæ og þeir voru með sölubatteri og sönukanal. Svo fatta ég allt bara þegar ég fæði mjög hátt rating í sjónvarpi að þetta verður bara ótrúlega vinsælt, að þeir sita með exclusive með vörur 2012. Og það vesen fyrir mig, að því að þeir voru með Dora Explorer og SpongeBob og Latabæ bara var með miklu meira áhorf. Og þeir áttu það 100%, en þeir áttu bara 20% í Latabæ. Ég átti 80% eða hópurinn. Og þar alvegandi var maður í smá vesinni og þá byrjaði að kaupa þig. Þá byrjaði við ætlum að taka þetta af og við kaupum þetta á 1.000.000. Og þú bara, þetta miklu meira virðið 1.000.000. Og þá byrjaði að pína þig, sko. Og þá lendur allt inn í því, bara meðan varst að leika, meðan varst að framkvæma þetta, meðan varst að reyna að hugsa þetta, meðan varst að reyna að selja þetta, þá var líka verið að miða byssuna í hausinu að þér. Þannig að þetta var sko, maður getur ekki alveg sagt söguna, af því hún svo rosaleg, sko. Og þú veist, þú slítur af við bæseppin. Ég þarf að taka mér hluta nýranu. Út af bara átökum? Já, bara út af álægi og bara út af þú ert bara, ég fattaði það til dæmis ekki og það var kannski út af því að ég ætlaði til dæmis aldrei að leika í íþróttalveg. Ég fann hann bara ekki. Ég leitaði. Tryggingafélagi bara, Bandaríkjunum, við tryggjum ekki, þú veist, einhvern gæja að því það ekkert golf í Latabæ. Þú veist, það í raun ekki, því brúðurnar þurfa að leika fyrir fram að kameruna og það bara 20 manns á gólfinu og þú ert bara upp á okkur palli og ef þú ert að hlaupa fram hjá kamerunni og út, þá ekkert golf. Þá þarf bara að vera maður þar, Hannes sem að rak stúdíó í Latabæ sem bara mest í snillingum sem ég veit ég treysti honum bara á strákanum bara til að skella einhverju spýtu og þá hljópi ég bara yfir hana. Og þeir pössuðu bara safetyið mitt og ég treysti þeim bara 1000 allt fyrir lífið mínu, sko. Og þetta var eitt vandamálið að ég fann ekki hann gæja, sko. Hvernig get ég að láta hann hreyfa sig og gera það sem hann þarf að gera? Af því að íþróttalveg frekar erfiður. Af því að hann má ekki brosa svo mikið, af því þá var hann bara eitthvað lunatic, hann má ekki brosa svo lítið, þá var hann fúll, hann svona 1/4 bros. Þetta er erfiður karakter. Og
þannig að þetta var svona smá challenge, hvernig, þú veist, með öll þessi átök og allt sem þú þurftir að gera, vegna þú þurftir að, þess að ég vissi ekki, var að hita þig, að þú þurftir að vera heitur allan tíman, þannig þú ert í tökum að byrja 7, búin að kannski 8 kvöldið, þú ert kannski leikstjórinn, þú ert í búningnum, hann eins og skíðabúningur og það eins og hafi tekið sko bara opna hennar rennlásan aftan og það bara hellt svona 8 svona glös bara fulla af vatni bara ofan í bakið þér. Það bara strax eftir hálftíma. Þú ert með öll ljósin í gangi og það 40 gráði hiti inni bara 50 stig og búningurinn skíðagalli. Og þetta ástæða fyrir að rockar í leðubuxum. Okay. Það út af því að þegar þeir eru rosa rockarar þá vilja, og svitna geðveikslega þá vilja þeir ekkert vera sveittir á punktnum eða neitt svoleiðis, það lítur bara ekki vel út á sviði þannig að þú vilt búningu þurft að vera þannig að vatni gat ekki farið út þú vilt ekki vera svitna undir höndunum eða svitna á hnjánum og þá var bara en eitthvað alltaf blöytur út allt þannig að búningurinn bara að fá Ralph Lauren alveg sérstætt efni sem tegist í alls konar átti sem við fundum í New York sem ég fann þar bara fyrir slissni, búin að leita allan heima okkur efni sem getur teikst og það var akkurat special edition hann hjá Ralph og þetta ekkert slór sem álurinn í sko þetta rosalegt og svo bara hannar hönnu við hennar búning og gerðum hennar búning og hann var svo heitur að þegar menn voru í stöndgæðinni mínir það var skeggið gæti ekki hangi á þeim því bara leiðuðu byrjuðu að hreyfa sig þá bara svitnuðu svo mikið að skeggi skoðist af og þá var kannski 4 tímar að líma skeggið á aftur það svona pínlítið skegg þannig ég þurfti að hreyfa mig á þess að svitna þannig ég var alltaf að hreyfa mig svona bara mentally bara á fullu, gera arbegur annar í stökkva en ekki svitna Hvernig fórstu því? Þetta bara mentally þú þurfti bara að hreyfa þig á sérstaka máta á þess að svitna að því leiðu ég tók alveg of mikið á eða gerði eitthvað of mikið þá bara búm, spratt út svitin þannig að þú þurfti að æfa þig bara búm, að svitna ekki og þú veist ég bara og þetta var alveg ótrúlegt sko til þess að vera ekkert að svitna of mikið til þess að geta haldið tökunum gangandi en svo fattar ekki, þú þurftir að vera heitur og því ég segi heitur, allir sem hann tekið þátt í íþróttum gera því klukkutíma nema marathon, 4 tíma þá ertu bara að hlaupa jafnt og þétt þarna ertu kannski að taka 7 morgunin og byrjar í búningnum þá sagði, heyrðu já, fyrst að taka hann íþróttarinn stekkur yfir vegg hérna fjúm og hleypur í botni og þú bara stekkur, hleypur í botni bara, þú getur ekki hlaupið hægt þú hlaupa í botni án þess að svitna svo stopparu og þú ert bara eins og helt hérna 3 lítra vatni inn á þig til þess að þú ert að reyna svona alveg að halda þessu svona að þetta fari ekki út og þetta sé ekki neitt svona svo kemur næsta, þetta klukkutíma nú ert að gera arpi og annar hendu og snúaði við og gera eitthvað alveg major erfitt sko sem margir bara get ekki eins og sko þá gerir það klukkan 8 og svo kemur annar helgastökk klukkan þetta og svo kemur standa á höndu og svo splitt og klukkan 2 og svo ert að gera aftur klukkan 5 og þú ert alltaf kaldur á milli, þannig að vatni sem inni í búningnum, það verður ískalt þannig að þú ert eiginlega frosinn bara úr kulda og svo alltaf að reyna að hita aftur upp og þetta var erfiðast Þú varst ekki að lendi að veikjast þegar þú varst alltaf að hitna og gólna svona víst Nei, ég var held ég aldrei veikur í Latabæ ég held ekki ég sleit vöðana bæseppin eitthvað svona en ég held ég orðið rosalega sjaldan veikur Það er svo oft þegar fólk búið að vera að hlaupa til dæmis og það má það ekki kólna svona mikið þá... Ég hugsaði ekkert út í þetta, ég var enga tími í það það var bara ekkert hægt, ég held að sé bara út af því að ég hafði bara enga tíma í það en svo var líka hluti sem ég fattaði ekki heldur það var það að þú ert að skapa eitthvað nýtt þannig að því það að þú varst með fullt af fólki í vinnu alveg 160-70 manns í vinnu dag eftir dag sem var alveg ótrúlegt gengi sko og ég var að íta þig lengra og lengra sem aldrei farið áður bara, þú veist, við erum að bara tæknin til dæmis tæknin í Latabæ sem við vorum að nota sem ég var að biðja ætti að vera hún var ekki til hún núna notuð hjá Disney í þetta þeir eru að gera þetta í Mandalorian Star Wars það 15 ára gömul tæknin sem ég bjó til Hvaða tæknin það? Já, það hvernig við nota green screen og key out green screen live og þeir eru reynda með skjái og engine sem þeir nota sama við byggum til það var hannað bara innan LazyTown meira og minna og sama tækni sem við vorum ekki það var engin með þetta, voru til Viper kamerur við vorum með 2, það voru til því 6 í heiminum við fengum 2 Viper kamerur og kamerur sem að James
Cameron notaði til dæmis þegar hann skaut Avatar og hann masteraði þetta þegar þeir vildi ekkert láta hann fá kameruna fyrst, þeir vildi láta mig fá hana fyrst ekkert þegar við vorum svona frábærir þar við vorum með Hjara Veraldar samt að gera hátækni hluti prófum þetta þarna, veit enginn af því eða feilar horfum á þá gera, þannig við vorum bara með tækni on the edge það hafði enginn geta gert þetta áður Kia Green Screen Live þegar þú með græna skjá svona bakvið og svo situr mynd fyrir aftan þig þetta var hlutaði tæknilega séð var þetta til dæmis mjög flóki í nefnir dæmi þegar við vorum að gera 3D sem var special effects að það var eitt sem heitir Art David sem þegar Turner keypti í Latabæ þá vildu vera þeir gerðu 3D vinnuna við vorum með gengi í Latabæ sem gerði þetta bara innanhús bara Íslendingar og útlendingar bara frábært gengi sem var bara að æfa sig og var ekkert smá gott starffólk sko. Ég er að tala bara heimsmæli hverða svo kemur þessi gæi og hann frægur fyrir það hann hjá Atlanta á Turner í svona 3D stúdíu og hann gerði skotið þannig í Matrix þegar hann beigir sig aftur þegar Matrix gat ekki gert það því kamerarnar sem fóru hringir klikk til að ná skotinu þeir gátt ekki, þetta hökti alltaf þannig að hann bjóð til laga þetta fyrir þá hann átti að vera yfirmaður þetta að gera Latabæ herðu, þeir kláruðu budgetið bara strax næstu á fyrsta þættinum og ég hringdi í Turner, við verum að reka þá þeir geti ekki gert þetta og Turner segir bara ok ég var að reka þeirra eiginu innan og steild sko og við letum það bara fara og strákarnir og teimið mitt ekki bara strákar, það var stelpur líka sem tóku bara við og við deliveruðum þessu til Turners bara á budgeti og allt bara nefndar $600,000 undir budgeti Var það þá bara íslenska leiðin? Allir gera allt? Nei, bara velskipulat, velþjálfa, bara herægi, þetta var bara alveg hörgu gott gengi. Þetta var bara alvöru. Þetta nýtist núna úti og maður sér bara hvað íslensk kvikmyndagerð bara búmp. Vegna þess að þarna fekk fólk æfingu að vera að vinna í langan tíma. Það var ekki svona tarnir. Það var þættir sem kostuðu sko 100 milljónir þátturinn og það var verið að keyra bara þátt eftir þátt, bara 100 þættir. Og þetta ekki smá mikil vinna. Og æfingir svona góð, það verið að gera bara 16 þætti, 10 þætti. Og þetta gera 100 í röð, bara fyrsta batsi var 43. Og menn kom í heimsókn Tarantino bara til að sjá þessa tækni, hvernig gerið þetta. Og alls konar svona, þannig að þetta var allt sem var alltaf svona, þegar þú ert að hugsa út í bursi frá það hvort þess að gera svo koncept heilsu barna. Ég skilji, einmitt, þegar ég bara að heyra þig tala, þá hugsa ég bara, vá hvað þú hefur haft í mörg horn að líta. Já, þetta eiginlega alveg sturlað. Já, svo reyndur alltaf að því að þú varst að kenna Latabæ, þú varst að búa til eitthvað nýtt, sem aldrei eru gert áður, að þá varstu líka lendi í því sko eins og bara og kannski skrifaði handrit fiðrildir í Latabæ fljúa eitthvað svo kannski bara fegst alltaf símtal og sett hvernig eru fiðrildir í Latabæ Maggi og ég annarkvært geti sagt bara finnið bara út í því sem stundum gerðist eða þú hugsar ok, ef ég lætu finna út úr því þá ekki víst að ég geti notað sem vöru þannig ég þarf að passa að þetta sé ekki fjólublátt þegar litur páfans og Ítalíu að geti ekki selta og svo koll á kolli sko. Þannig maður þarf að, þú veist, talaðu fiðrildin, fljúað, eru þið löt eru þið með fætur blikkaður augunum, eru þið, þú veist, eru þið með augnhár, eða þú veist, eru þið óbærslega, sko, þú veist... Þú ert strax bara að fara í að sjá þetta fyrir þið visuált og... Já, bara búm, og þarna var ég með frábært gengi, Snorra, Frey og bara fullt af frábærum listamennum, sko, og þannig að þetta var allt svona óbærslega gott fólk sem var að skildi hvað að vera í gangi og svona, en þetta allt, til dæmis að vera mikið að gera, að því að þið langaði að mennta, kannski búin að mennta klippara þinn, þannig að hann veit núna hvernig á að klippa Latabæ og ég nefnir sem dæmi, það eitt klippari sem vann í Latabæ og ég man eftir þegar ég fór yfir stönd með henni aftur og bara kendi henni hvernig íþróttal með stönd og svona, hvað hún að gera í dag? Það ekki mér að þakka, en hún hafði þá ekkert klippt mikið stönd, svona alvöru action, svona líkamlegt stönd, hún gerir Deadpool Elizabeth Ronalds það svolítið bara já, en sko hún var í þessu já hún var, en hún náttúrulega snilling sko, það veist, algjörlega það hard work og svo snillinga hún snillingur, en svo er náttúrulega með Silla sem klippti Latabæ sem bara alveg, og hann byrjaði sína leikstýra líka með mér en svo er þetta að menta í svoleiðis svo ertu búin að menta hann, þá fyrir að menta hljóð svo fyrir að menta tökumenn, hvernig á að taka Latabæ svo fyrir að menta sölumennina svo fyrir að menta hvernig við leikarana og svo kom allt í brúðstjórnundur
og þú hugsaðir, já, og þeir voru með svona körmit sem hann hreyfði sig bara á fullu og ég segi, nei, heyrðu, við erum að búa til hérna brúður sem hreyfa sig eins og humans þannig að allt er stundum bara komin í sko leikstýra brúðum, hvernig það er hreyfa sig eins og manneska þú veist, ekki eins og bara dýr þetta var allt áhugaverð challenge og en þegar varst með svona marga hatta þá halda margir, vildi vera í öllu það er ekki rétt, þú varst í öllu en svo varst í öllu sleftir, varst í einhverju sleftir og þá, svo eitthvað sem kemur aðeins hugsa bara, hann bara í öllu en það má ekki gleyma því Björk í öllu hún þetta hennar listaverk þú veist, þú þarft að gefa tóni það veit ekki hvað þetta Akkurat. Bara hvernig þetta, ég skil ekki hvernig þetta liggur, talandum aftur að vera svona stjórnandi og frumkvöð, hvar liggur línan í að þetta er þitt baby þú ert með hugmyndir hvernig það á að vera en kunna á sama tíma svo ég sletta að delegata það er erfitt og það er sérstaklega erfitt þegar þú ert kannski bara með eitt skot í byssunni og ég það nefnst einn dæmi að selja barnaefni meira og það er erfitt vegna þess að þú eru að hugsa að þú hefur bara 2 skot á Íslandi til dæmis, í gamla dag var það svoleiðis ef þú ætlar að selja stöð 2 myndi segja nei, RÚV, nei, það ert ekki á íslensku markaði Bretlandi voruð 5 í Ameríku voruð kannski 7 þú veist, 3 á Spáni þá er bara með 3 skot í byssunni ef þú væri að selja t-shirt eða þá getur þú bara selta út allt það eru 3000 búðir og það er ekkert vesinn sko. En þarna færðu bara 3 skot og það er eins skot að það var gott og ef þú selur til þess í Bretlandi þá er 95% þarf að vera brestefni þannig að það er 5% gluggi í því þarf að vera sko live brúður, teiknimyndir það er bara eitthvað skilir þið já, þannig að þú ert alltaf með sko bara þú átt kannski 1% mögulega að selja að það er búið að fylla hitt, ok, við tökum 1 live þá er bara 96% og tökum ding og svo 97, 90 þannig að skotið það var helviti gott þú ert að vera búin að æfa þig virkilega í sölunni vita hvað það gera heimavinnuna vel þetta er ekki svona, þetta selst ekki bara allt í einu sko. Þú ert að virkilega skipulegja það og það sem er erfitt er að eins og þú ert að segja dedikera er að þú varst með allt undir þannig að þú vissir aldrei að þú vilt hafa þannig vinnustaf að þú megi gera mistök þú verður eiginlega að vera með þannig vinnustaf af því að öryggi er það sem skiptir mestu máli þú sett bara öruggur á vinnustafum þá skaparu, bara allt í lagi að gera mistök en þegar þú átt ekki peningin og við komum til að gera mistök þá er það svakalegt ég manni sem eftir einum greiðin sem var að vinna hjá mér og við tókum upp okkur 16 miljónir í tökurnar yfir daginn og var með stönd og bara ógeðslega erfitt búið að gera alls konar hluti bara sem var ekki hægt að gera aftur og hann átti að konverta því sem þýðir að hann átti að geima það yfir tölvunni nótt var svona, koma ítti og delita því Jú, allt, og hann var bara hvítur morguninn og hann fattaði að hann hafði eyðilagt að 16 miljónir og hann var rekinn á staðnum og ég rak hann ekki heldur pródúserinn minn rak hann og ég var eiginlega svona hálf svektur yfir þessu að því ég segi, veistu hvað hann er búin að kosta veistu hvað hann er dýr, veistu hvað þetta kostar þetta nám þetta er bara 16 miljón krónar nám skilur mig, og þú lest hann fara hann myndi ekki gera þessi mistök aftur en ef þetta voru bara síðustu peningarnir þá værur í vandræðum þess vegna varstu ofta að reyna að halda stundum og sleppa stundum þú vissi bara aldrei hvenast þú áttir að gera það en þú verður eiginlega að gera það er eiginlega bara eina leiðin en í sömu efni skiptir þetta ekki máli alveg eins og bara nefnum við bara til dæmis tökum ófærð sem dæmi að þeir eru ekkert að fara að selja búningin í ófærð þeir eru ekki að fara að selja landslæðið þú veist þó þið selji landslæðið en þeir eru ekki að fara að selja það allt í hennu bara búið til vöru af því beltið því að Ólafi Darra er ekki að vera sko, mesta söluvara á meðan Starfos er að selja sverðið til dæmis það skiptir máli hvernig sverðið lítur út í Latabæ vissur aldrei hvað þetta væri erum við að fara að selja íþróttahála búningin já líklega seljum við Sólri styrðubúningin já seljum við Latabæ hús já líklega þú veist skilur mig er þetta eitthvað sem að það hvað verður til sölu og hvað verður söluvara það kemur ekki ljós fyrir en eftir þetta bara að fara í loftið nei, og þú þarft að finna eins hvað það er og svona og mistökin sem ég sá ekki alveg til dæmis að ég vildi hefði tekið jafn mikið pening að gera vöruna sem var Latabæ þættirnir og gera vörur ég hefði viljað taka sömu agan og sama á vörurnar stann fyrir að vera með eitthvað plastrast sem var með eitthvað logo bara slengja þig á sko. Ég hefði viljað það en við höfðum ekki peningin í það Hvernig var að fjármagna það? Það var reyndar mörguleiti heppni að því liti til að var sko 2004
bankarnir voru á fleygiferð upp á þessum tíma, þannig ég held að það hefði verið ágætt sko, og þannig að það var svo sem ekkit kannski stór mál þannig sko. En þetta eins og þú segir, 16 milljón króna, þetta er rosalega operasjón. Þetta er rosa operasjón og dagurinn kostar mikið og má ekki vera nein mistök og þannig að maður er að passa öll þessi mistök og passa að gera eins lítið og þú getur. Og ég myndi segja sko, Latibær var algjört success í sjónvarpi. Við vorum í 170 eitthvað löndum, 500 miljón heimili en þú færð ekki borgað fyrir að vera í sjónvarpi, þú færð borgað fyrir vörurnar. Þetta er aðeins öðruvísi. Og þegar menn eiga síðan hillurnar, þá er þetta alltaf erfitt að komast þar inn, það er bara hálfgerð mafía sko. Þannig að maður þarf að vera sko, en þetta var áhugavert og það er margar sögur í Latabæ sem eru opbáslega skemmtilegar. Þú veist, þegar maður fór að selja í Latabæ eins og ég og Haukur Gísla fórum að reyna að selja Latabæ þá á Ítalíu til dæmis þá klukktíma fundur á Ítalíu sko, þá fara allt þetta hvernig skótniðin eru, þeir tekka úruniðinu, þeir tekka hvernig fötiðin eru, eitthvað svona, áður að gera eitthvað business við þig. Þannig að þú mætir í ljótu skóm á Ítalíu, þeir gera enga business við þig sko. Og svo situr bara á fundinu klukkutíma að reyna að selja þeim eitthvað og þeir tala ekkert Latabæ og svo bara horfa þær á maðan og við erum að reyna á hverju fínasta pússi og svo bara gerum dílinn. Og þá þetta er áhugavert sko, þannig að maður veit aldrei hvenær maður selur, þegar menningamunurinn sko, þegar úrið þetta var ekki það dýrst sko, það var ekki yfir milljón, þá hefur helst þurft að skilja eftir bara á borðinu sko, það er sérstakt sko. Þetta er menningamunur milli Japans kannski og Ég ætlaði einmitt að spyrja Japan, hvernig Japan væri með þetta? Sko, Japan er reyndar, þeir hafa mjög gaman af svona sérstakki tegund af sko, og Latibær sko eiginlega höfðaði ágætlega til Japana, myndi ég halda í raunni, en við fórum aldrei alveg þangað. Við vorum eins í Kína og svona vorum alveg að ná þar inn þegar Turner kaupir og þannig að Japaninir ég farið á fund sko á japanska ríkissjónvarpinu og og ég farið oft til Japana því ég var æfa og keppi í japanskum skylmingum og þá hierarkían er svo rosaleg að þú eiginlega getur ekki talið mannamál fyrir þú komin í forstjórum. Þá fyrst er bara svona blessaði, gaman að sjá því. En fram að því er bara gestur, neyjar sig og rosalega, þannig að ég er svona einhvern veginn ákvörðunartakarinn lengi. Mjög lengi. Og mjög gaman í Kína því satt maður svona sikkur með eins og Trump bara og þú veist, svo fundi á þjóðarleiðtogum sko, svo bara 16 mann sikkur megin í svona einhvern leðurstólum og þú veist, bara taka niður nótur. Þetta var mjög skemmtilegt sko. Vákvað og lítur að búa að mikill reynslu eftir allt þetta ævintýri. Já, ég myndi segja að það væri sko, þetta var ótrúlega mikil reynsla sko, en það var mjög áhugavert kom eins og prinsessa að kom prinsessa sko inn í Latabæ, sænska prinsessan og hún kemur, hún með eitthvað svona þú veist, eitthvað svona signal sem hún gefur, hún kemur við lærið á sér, þá á ég að taka gæjans, að því það er svona lífverði með henni með vélbyssunar inn á sér, sko, bara líka við, sko, og ef hún gerir eitthvað svona lærið á sér, þá á að hoppa inn og taka viðkomandi sem þá er hann nú nálagt. Þú veist, bara ég vil losna við þennan. Bara burtu með þennan. Þá kemur hún svona við þessum punkt. Og ef hún snertir öxlin á sér, þá vil hún fara. Og hún kemur í Latabæ að skoða fyrirtæki á Íslandi og það er eitthvað svona alls konar fólk með henni sem að skoða eitthvað fyrirtæki og það er verið að skoða Marel og svo yfir í Lazy Town og klukkan er eitthvað svona 3 eitthvað svona og við erum í miðjum tökum og vitum hún er að koma og við stoppum í 15 mínútur bara. Það var eitthvað sketsjál 20 mínútur út. Við förum yfir með þetta og stoppum allt á meðan og sýnum henni hvað er í gangi og svona voða gaman og ég fattar náttúrulega ekkert að það er sko allt þetta signaldæmi sko og það má ekki koma við hana, það er eitthvað svona regluprótókoll búið að segja við staffið mitt bakvið en þau ná ekkert í mig, ég er bara full að vinna þarna niðri og staffið tekur búið að kynna öllu fólkinu þetta að það má ekki koma og nálægt ekki snert hana ekki svona, svo þú kemur bara niður þá er ég bara slæja á baki á henni tek hana, bara held utan hana treðin í skutlinu á íþróttálfinum og upp úr og bara allt og hún er alltaf að snerta lærið og allt það að því að sitt hverju megin ekki að því hún alltaf láta bara því hún gati því ég var alltaf að koma eitthvað við hana og gæjatum var alltaf að hoppa fram og upp og niður þegar var bara eins og eitthvað svona jójó lífverðinni svo enda með því að það leið korter og 20 mínútur og klukkutími 2 tímar, 2,5 tími hún fer ekkert
herru, og klukkan bara að vera 5, hálf 6 og við erum bara að kosta bara, ég hugsa bara mínútu bara digg og þannig við byrjum bara að taka upp og hún fer ekkert svo bara, og þá var það þannig að hún nefnt hún ekki að fara á næsta sko eitthvað svona fiskstað að skoða eitthvað svona eitthvað fiskstað, eitthvað leiðindi eitthvað svona slór, eitthvað staðar að vera sínin íslenskan fisk, eitthvað svona og þá tappaði hann aldrei á öxlina og þá bara fór hún ekkert og þetta var ótrúlega áhugavert. Þú ekkert orðið snar meðvirkuð því þetta er allt svo dýrt? Jú, ég byrjaði bara að taka. Ég heit hana, maður bara byrja að spinna, seg þú action og bara reyna að hafa hana með, sko. Bara eitthvað, sko. Því ég ætlaði ekki að fara að tapa þarna tíma, sko. En hvernig sko, kom eitt upp í hausnum á ráðan þegar þú segir að þú hafir stundum kannski verið erfiður. Maður hefur heyrt að fólk sem hefur unnið fyrir þig hafa átt í fullt í fangi með eiga í við þig. Þá hugsa ég strax Last Dance, þú búin að sjá Last Dance? Já, alveg. Og þá hugsa ég þetta þegar Michael Jordan sagði, sko, ég bað liðsfélaga mín aldrei að gera neitt sem ég gerði ekki sjálfur. Já, ég myndi aldrei líka mér reynda neitt við Legendi, sko. Nei, hann er sko sjálfan, en hann var nummer 1, en ég meina það sem ég er að segja svarið við því er alveg já þú ert ósérlífin náungi ég hefði aldrei beðið staffið mitt að gera neitt sem ég hefði ekki gert neitt sjálfur nema ég er ekkert óslega tæknivættur endilega þannig að kannski beðið einhvern að senda post eða eitthvað svona ég segir svona sem ég ekki gert en overall þá lagði ég alveg ótrúlega mikið á mig eins og allir eiginlega í Latabæ ég myndi segja að flestir voru bara ótrúlega duglegir og það var stundum dálítið erfitt það var dálítið fyndið að því að þú varst með marga hatt og marga deildir að til dæmis þá þú fórst á morgnana þegar þú fórst í smink þá var kannski 6 manna teymi þar í röð þegar var að mála þig og svona koma þér í setja á þig skeggið og svona einhverju upplýsingar yfir production því þú ert leika leikstjóri kannski í sumu þáttunni leikstýri 70 þætti þá þurftur að fara yfir það stundum svona helst yfir daginn eða einhver kom og var að segja það er að koma kona hérna, prinsessan er komið í heimsókn klukkan 3 og hún kemur og eitthvað blá og þá þurftur að segja þér það og svona svo kannski varst að leika allan tíman, svo varst með fund í hádeginu og þá varst kannski bara í búningnum að fund með flugleiðum og varst kannski í búningnum sko og bara að tala þetta við ykkur á menn og ert samt bara með skeggið og allt á fundinu sko sem er alveg stórskrítið sko og yfirleitt svona varstu búin að renna niður að því að það var svo heitt í búningnum að þú varst svona hálf ber líka sem var líka stórskrítið sko svo kvöldi þá fórstu kannski í sturtu klukkan 8 þá var kannski 6 til 8 manns fyrir fram að sturtuhengið þá var bara fundir og þetta var bara búið að finna það að var gat sem fólk kom og náði Maggi þarna akkurat, þá laus tími þá var settu fundir og ritari minn setti bara fundi þar þá stóð bara fólk í 10 mínútur framan með að reyna að ná að þeir þessu dóti og þannig að það var hver mínúta nýtt og svo fórst í klippherbyggjum kvöldið eða yfir nóttina og komst heim kannski 3-4 þannig að það var slatti svona álag þannig að það er ekki hægt að segja það að maður hafi stundum var maður kannski ekki stundum í balans finnst mér stundum, þegar maður hugsaði tilbaka stundum, það var yfirleitt alltaf gaman maður reyndi að gera, en stundum kannski átti maður til kannski að æsa sig við eitthvað sem átti alls ekki skilið að maður kannski bara, veitu hvað er þetta að gera skilur, þetta eina sem þú átt að gera er að færa þetta hingað, okkur, bara getur ekki gert það, þú veist, ég var næstu dauður skilur, eða eitthvað, en það gerðist ótrúlega sjaldan samt, sko, en ég var örugglega ekkert, ég var að pressa á fólk allan daginn, þannig ég hefur ekki verið auðveldur, sko. Ég alls ekki, sko, en ég var alltaf að gera mikla kröfur. Þetta minnir mig, þegar þú ert að lýsa þessu, þetta minnir mig aðeins á það sem maður heyrt versmiðurnar á Elon Musk. Það sem það eru risastóra, sko, hann lappar og svo er bara, fólk veit bara, þú veist, á miðvikudegi verður hann hér í 10 mínútur og þá erum við með allt klárt. Þetta er svoleiðis. Þetta er bara últra skipulagt. Þetta var bara svona. Og þú vissir þetta 5 ár fram í tíman. Já, það er svoleiðis. Já. Og það var eiginlega þannig við reyndum að setja hér er bara frídagur eða hér er eitthvað bara til þess að geta gert eitthvað það var svona dálítið þetta var svona overwhelming þetta var aðeins svo mikið stundum maður áttaði sér alltaf í náði bara hvað þetta er erfitt sko svo flögstu kannski 57 sinnum til New York á einu ári líka ég ætlaði einmitt að bara ofan í þetta sko og bara til New York þá varst að hitta Nickelodeon og tilbaka að fara yfir nótur og svo svafst í flugvél til þessi 1 ár svaf ég alltaf eina nótt í flugvél bara svaf í flugvélni og beint í búningin klukkan 7 á sunnundagskvöldum svaf ég yfir og bara beint í búningin og það er alltaf fyndið að við erum að tala flugvélar og varst það svo í vélunum til New York? Já, heim já, þá fórstu sko á föstudagskvöldi fundar á laugardegi í New York bara á fullu varst svo sunnudegi og flög heim klukkan 5 á sunnudegi og yfir nóttina og vaknaði Hvernig gekk þér að sofa í vélunum? Ég hef alltaf getað að sofa í flugvél ef ég þarf að halda Já, eða bara las
það var annarkort en ekkert vissin, ég hef aldrei haft áhyggjur á svefni, sko, ég get sofna bara í 10 mínútur hérna ef ég þarf, það ekkert vissin en það sem það er aldrei gaman með svona flugvélar því að íþróttalur búningur sem ég var í Þjóðleikhúsinu, það var svona einhver leðubrynja sem var svona bundin hérna á hliðinni og hún var 4 kíló þannig að ef maður gerði flikkflakk eða handstöðu eða hoppaði eitthvað svona fram, þá rúllaði maður eiginlega bara svona tvisvar lengra að það var svo þungt, það var svona eins og þannig að svo varstu með eitthvað hú og haustum mér og með svona bjöllu sem var svona gling gling og ég var eins og að skemmta í Þorlákshöfn og átti að mæta í flug allt og setn og ég að skemmta þar upp á það bara á að vera komin upp á Keflavíkurflugvöll og ég í búningnum allur með einhverjum rauðar kúlur og svart hérna og einhverja gling bjöllu og með þetta vesti og þetta búin að sína í Þjóðleikhúsinu í 4 ára eitthvað, þetta var svo ógeðslega lykt af þessu viðbjóður og ég að skemmta í Þorlákshöfn og það einhverjum kóra undan mér og það svo vinsætt, kórinn, það bara að vera að klappa upp og það vera að syngja fleiri og fleiri lög og það bara tíminn tikkar og ég rétt kannski síðan svið gera rútínuna þessa 20 mínútur eða hálftíma sem ég var með hleyp út í bíl og ég byrja í botni bara alveg bara á flugvöllin skil bílnettur opinn, hleyp út úr honum og bið starffólki mitt starffólki á vellinum að leggja bílnum og hleyp svo bara inn og þeir bara hér miðinn og bara ég hleypa fullu með bjölluna í búningnum bara ding ding og vélinn bara fara og ég hleypa þetta í göngunum þetta var aldrei hægt fyrir 9/11 sko, fyrir það og ég hleypa fullu bara í sætið búm, að saga klass, sess bara búm og það eitthvað svíf í hliðin á mér svo bara take off og ég beltið og ég bara svona og lyktin að mér viðbjóð sko, ég í svona galla sem búið að vera eins og ég segi 4 ára eða 2-3 ára í Þjóðleikhúsinu og svitna sýning eftir sýningu svo horfi ég á grey mannin og hann lítur á mig hver komið við hliðin á mér með eitthvað svona gerfiskegg með eitthvað húu og eitthvað ding svona bjöllu og ég gat ekki farið úr vestinu af því að ég gat ekki leyst það sjálfur þannig að ég þurfti að fá hjálp hjá honum til þess að klæða mig úr og þetta var alveg ég sagði, excuse me, getur þú leyst fyrir mig þetta eins og þú svo ég eins og skemmt í Noregi og þá var 10.000 manns og var að skemmta í Bergen og það, þú veist, ég komst ekki í burtu krakkarnir eltu mig út allt ég var bara í búningum og ég að hlaupa heim á hótel bara til að komast í burtu og það var bara strollan og eftir mér upp á hótel og ég hleyp síðan upp á hótelherbergi og alveg upp maður inn og ég einn í manni til því að staffið mitt var eftir sko, niður frá að ganga frá alls konar málum og ég segi ég verða að komast úr búningum mér svo heitt að ég að kafna, ég verð bara að hlaupa hérna, hljópar upp á hótel og leðu eftir, svo kem ég inn á hótelherbergi þá fatta ég allt í henni þegar að reyna að koma mér úr öllu dótinu sko, þetta var 9 búningurinn sko, fer úr þessu, þá fatta ég allt í henni get ekki rennt niður sko aftan, það enginn til að renna niður og ég að kafna sko og ég búin að taka mér húuna, hári klest ég búin að taka mér skeggi, það var eins og það var sko með kókain rönd hérna við rófum bara límið var hérna á þér og þú varst allir sveittur og svona í einhvern búningi ég næ ekki að renna niður bara alveg og ég reyna að nota herðatrið og það gengur ekkert ég bara hvað málið eða sko og lappa þá út, opna upp á 10. herbyggið, sé eitthvað að ferðamenn koma að lappa eitthvað svona svisslendinga og ég stóð bara, excuse me, getur þið rennt niður og ég allir löður sveittur og þeir bara býtu hvaða gæi einhver fettis í einhverjum búningi löðu sveittur okkur hótelherbyggi sko þetta var ótrúlega sko þetta er alveg ævintýri með þér já en þetta náðir ós að flugi í svona Latin Amerika rosa vinsælt eitthvað skýring á því af hverju þetta var svona rosalega vinsælt þar músikinn, tónlistin, klippingarna, hraðinn það eitthvað svoleiðis þetta er ótrúlega vinsælt og alveg ótrúlega vinsælt sko. Ég man eins og eftir að ég var að keyra, ég var með sko lífverði alltaf í Mexíkó. Ég fór örgulega, ég veit ekki hvað, 40-50 sundi Mexíkó og vorum mjög stórir og ég var með svona lífverði og svona brimmarinn bíl sem var keyrður allt, þeir þorðu ekki öðru sko og ég fór að heimsækja alveg rosalega mikið svona fátækahverfum og Mexico City? Já, bara út allt og alveg sama hver ég kom þekktu þetta allir og þegar ég einn svona keyra á hraðbrautinni sé ég bara út undan einhverju fátækahverfi sé ég bara, þar bara lati bara skemmta út á götu bara allir í búningum, það bara allir í svona bara og ríkala flott, bara allt staffið sko, og ég segi bara brensaðu, keyrum hann nýttir og hann beigir út af og við förum nýttir og við stoppum
og þá þetta bara út á götu, það eitthvað ammæli greinilega og það bara svona að vera að gera íþróttálfin og bara sýningu sko. Og ég kem labbandi og ég segi og þeir sjá mig og þekkja mig leið sem mjög áhugavert sko. Og þá var þetta svona pærátt útgáfan að Latabæ, voru að stela sko, þú veist, konceptinu og skemmta svona, þú veist, ætturinn að borga royalty að því, eitthvað svona, en þú veist, og þetta var rosalega flott, eiginlega miklu flottar en búningarnir okkar, láfiði sko. En, og þetta var bara svona einhverju fátækakverfi sko, þá var einhver bara heima sauð með þetta og gert þetta bara alveg flawless sko. Svo þegar þið vissuð að ég var íþróttálfurinn, þá var þetta svo mikið virðing þegar ég sagði, nei, gera þetta bara áfram, sýni með sýningun og ég settist bara í fátækakverfi bara, og það komur svona, ég veit ekki, fleiri 100 börn og ég satt bara með þeim hana, aldrei neitt vesinn, lendi aldrei í neinu svona og upplifa það allt í bara, það var ekki til sjónvarp sko, á þessum heimilum sko, það var ekki til, það var kannski bara eitt sjónvarp að menn fóru og horfðu þar og svona, en þeir þekktu þetta samt og allir, og þannig að virðingin sem maður fekk og virðingin að sjá krakka allt í nú hreyfa sig sem voru bara að sína mér æfingar ótrúlegt, þannig að maður fekk bara svona maður var svona bara svona klökkur sem maður fór. Það er alveg geggja moment. Alveg geggja sko og svo var gaman oft, þú lendir í svo út allt en það svo líka aðra hliðar, svona motioni hliðar sem hafðu áhrif á mann. Til dæmis sko, ég flaug svona allan heim oft beðin að koma út og svona Make-A-Wish Foundation þá var barn sem bara komið að því að deyja, bara á líknadeild og maður ótrúlega erfitt sko, en það kemur kannski það síðast óskinn að hann fá að hitta íþróttálfin og þú segir bara, já ég kem bara ekki þessin, og svo fórstu og gerðir þetta og þá ég man þetta einu dæmi til dæmis og það hafa verið sko, börn sem hafa verið bara jörðuð í búningnum og við höfum gefið búninga eða látið sauma eða eitthvað svona og þetta verður maður lítill þegar maður átt að segja á, þú veist, á bara þetta hafi svona áhrif maður verður bara einhvern veginn svona bara svona klökkur í raunni. Ég man þetta einu erfiðasta momenti sem ég lendi, það var þá ferði til Bretlands og beðin að koma svona og það barn sem á ekkert mikið eftir, 4 daga segir, 4-5 daga og hann mjög veikur, hann vantar á hann allt hárið, það búið að skera hann alveg upp höfuðið og alveg bara niður, bara þetta var alveg opástað svona og þau sagði, og ég sagði bara, sko, vill hann ekki komi, ég meina, hvað ætlist þið til að fá, bara, og þau sagði bara, hann vill, þetta eina bara langar, að því hann er búin að horfa á Latabæ og hann í svona, það var alveg kyrr, að því að þau verður að setja svona skanna á hausinn á honum. Þannig að hann var búin að vera að horfa og hann var svo, fekk að horfa á Latabæ á meðan. Þetta var í gangi. Og þau sagði að þetta væri bara draumurinn hans að fá að hitta íþróttanum. Og ég kem og þá, því miður, var þetta orðið þannig að þetta gekk ekki lengur upp, hann búin að vera þarna einhver langan tíma, eitthvað ár og þau áttu mjög lítið eftir, 3-4 daga. Ég mæti og því ég kem í búningnum og ég labba inn á spítalann og það er búið að hreinsa alveg spítalann, við erum bara sér svæði og bara stofuna hans og svona og þá er hann bara í búningnum og hann stendur bara í búningnum í sko superhetju stellingunni bara og ég kem inn og við erum að svona hreyfa okkur saman svona eftir, þú veist, ég vissi ekkert sko hvort hann gæti gert mikið að lítið, ég bara horfa á læknana, þú veist, má hann ekki alveg hreyfa sig sko, með augunum sko að spyrja og hann er að sýna mér alls konar hluti og ég setur hann baki á mig, við gerum arbeið og við erum hann einhverjum 4-5 tíma, hann tekur mig inn í herbyggið sitt og hann að sýna mig að hann þarf að vera mikið í rúminu sínu og ég er að segja þetta er geðveikt rúm, þetta er bara flottasta rúm sem ég séð og bara miklu flottar íþróttarálfurinn og ég fæ að setjast upp og prófa það og hann að sýna mig myndir, þá eru myndir af íþróttarálfurinn og Latabæ alla veggja og hann að segja mig sögurnar sem hann hafi teiknað og svona á meðan við fórum því grátandi allan tíman að taka upp vídeo bara gráta og gráta og gráta og þú þarft bara að halda svona einhvern veginn andlitinu bara alveg bara, þú veist bara að vera bara, heyrðu hérna að þetta er sko ég get ekki alveg lýst þessi sko Nei. Þú veist, þetta er bara einhvern veginn svona svo þetta var gríðarlega stór stund hjá hann, sko. Já. Ég er bara að byrja að tárast þér að segja frá þessu, sko. Þetta var rosa erfitt, sko. Ógeðslega erfitt, sko. Og ég man alltaf eftir því, sko, þetta var svona maður labbaði einhvern veginn út eftir þetta og maður fattaði eitthvað, sko, hvað maður var heppinn, hvað lífið er yndislegt einhvern veginn og hvað sumið þurfa að gangi í gegnum, bara foreldrar og börn og svona og þá fannst man einhvern veginn svona bara, heyrðu, vá, að gera Latabæ er bara grín. Það er ekki einu svona, sko, erfitt.
fattar mig, sko. Þetta ekki erfitt, sko. Að kvart undan þessu. Bara, hvað ammanni, sko. Það eitthvað, það erfitt að vinna. Þú veist, ég með eitthvað svona, ég kom með kulnun, eða eitthvað, þú veist, ég ekki að fara að lendi í því, sko. Eitthvað neginn, og þetta ekki erfitt. Bara, let's move. En maður lendi í mörgum svona dæmum sem gaf manni ótrúlega mikið. En þetta auðvitað, sko, svo kom maður að sjá krakkar hreyfa sig allan heim sem voru að sýna mér æfingar, bara hvað sem ég fór. Og manni þegar einu dæmi til í Chile, kona skúra, þú veist, skúra herbyggi mitt og sér bara mynda Sportagus, bara, hey, Sportagus, por favor, má ég koma með leikskólan minn og barni mitt að elskar og bara fátaka hverju rétt hjá hótelinu og ég segi bara já, komið með krakkanum. Svo hringdi mér Mr. Skeving, það major trouble í lobby, sko. Ég kem niður og þá það bara 100 börn í lobbyinu og allir að gera eitthvað æfingar og ég kem og ég bara í venjum með fötum og ég gera æfingar með þeim einhverja 2-3 tíma þurfa að sína mér, sko, splitt og arbeður og standa á höndum og allt svona og þú bara gæi frá, sko, borgarnir sem skilur og allt myndu bara í Tíli og það bara fullt á krökkum að hreyfa sig og maður fer alveg heim í flugulunni bara það virkar, sko. Þetta rosalegt. Og þetta hafði bara geðveikt áhrif á mig. Þess vegna fannst mér gaman því að maður að fara okkur dóm okkur á bækur, eitthvað, þú veist, eitthvað lista fólk á Íslandi, þú veist, gerir Latabæ eitthvað stóð, eða þú veist, einhvern veginn, maður var svona bara já. Þarna náttúrulega ert að lýsa, þú náttúrulega veist þá í hjarta þínu. Já. Bara já. Þetta þú lítur að vera hrikalega stoltur af þessu þegar þú ert búin að upplifa svona atvik. Ég alveg ótrúlega stoltur á öllum sem hafa komið nálægt Latabæ. Ég verð að segja alveg sér og þetta erfitt, þetta er fyrsta skipt sem gefur barnaefni, kannski ef þetta að gera aðra tilraun og gera betur með einhver annar eitthvað svona og ná lengra og ég vissum að ég getu það en fólki var ótrúlega gott og fólki í Latabæ alveg bara eiginlega, ég hefði ekki viljað vinna með neinu öðru fólki en þessu fólki ef ég að segja alveg eins og og bara frábært en erfitt, jú, auðvitað en spurningin, hvað erfitt? Já, það eins og segir, þetta setur þetta atvik sem úr að lýsa, þetta verður svo relatíft, hvað erfitt og hvað ekki erfitt. Já, akkurat. Hvað erfitt og hvað ekki erfitt, það svona, En svo sko, svo líka, þú veist, eins og jú, maður sjálfur persónlega, auðvitað maður getur verið ósanngjarn örugglega, sko. Maður ég átti til þess erfitt með að setja mig í spor annara. Ég átti erfitt með það. Og þá ég ekki að tala sko eins og að setja mig í spor eitthvað fátækur eða, þú veist, eða eitthvað svoleiðis eða setja mig í spor að ég mat bara allt út frá sjálfum mér. Sem var einhvern veginn þannig, ég sagði, sko, veitu, akkur getur þú ekki unnið 4 tíma ef ég að vinna 18? Einmitt. Þú veist, akkur getur þú ekki, eitthvað mikið mál að gera þetta, eitthvað svona, það var sem ég hugsaði. Þegar ég var að tala við viðkomandi þegar hann sagði, nei, veistu að ég geti þetta ekki, ég bara trúið erfitt fyrir mig. Og þá hugsaði maður, hvernig getur þetta að vera erfitt fyrir þig? Þú veist, þú veist, ég að vinna miklu meira en þú ert bara að gera þetta. En þetta eru mistök að meta út frá sjálfum sér. Og seinna meir með árunum bara, þú veist, fyrir 10-15 ára fór maður að fatta allt í einu. Það allir mismunandi. Þröskullin mismunandi, það mismunandi hvað fólk það sko, þú veist, getur verið svo ólíkt og það getur verið 2 einstaklingar í sama hitapottinum, sama temperatúrunu, sama hitastig en öðrum finnst ískalt í pottinum og hinn er stóðslega heitt. En þetta samt út að segja þetta með þetta þunn lína á, sko, sér þessi mistök en samt á einhvern nátt kannski svona, þetta þóldi vandamál hjá ef við slettir svona high-performerum að þeir set oft bara aðrir eiga að geta gert þetta eins og ég eða eiga að geta unnið eins og ég eitthvað en stundum fólk kannski sem þú veist, innan gæðsalappa latt eða eitthvað svona, stundum hefur það gott að því að láta stugga við sér. Algjörlega. Þannig að þetta lína, sko. Ég alveg viss það. Ég held ef að fólk lítið tilbaka í Latabæ, flestir, ég ekki að segja allir, ég get ekki alhæft að þeim, sko. En ég held að margir hugsi, wow, okkur var ítt aðeins lengra. Við gerðum aðeins meira. Þetta bara eins og varst að segja með think you can dance. Þú ert ekkert endilega að dansa og svo allt í einu getur meira en þú helst. Og ég held að það sé pínlítið gaman við verkefni eins og Latabæ, við ýttum tækninni, við ýttum gæðunum, við ýttum bara fullt af hlutum. Ísland hafði aldrei selt sjónvarpsþætti út fyrir landsteinina 2004. Aldrei. Það enginn sem gast hringt í. Hvernig seljum við sjónvarpsþátt, sko? Þú gast ekki hringt í neitt, sko.
og þannig að þú þyrftir að finna þau upp. Núna myndur þú ringi í Baltasar bara eða eitthvað. Já, Balti, hvernig gengur þetta? Já, það það. Nú komið svo margir maður. Já. En sem frábært. Það sem ég hugsa þegar þú ert að lýsa söllu, þá hugsa ég bara fyrsta forsendum að vera að þú myndir vilja það, en hefur þér ekkert verið boðið að vera forstjóri í stóru fyrirtæki eða eitthvað svona, því þú ert að lýsa svo ofboðslega mikill reynslu í stjórnun. Ég held að sé pínundið þannig að, ég held að Íslendingar eiga erfitt með að setja menn í einhvern box. Þeir vilja setja þið í box. Ef þú ert í of mörgum boxum, þá þeir í algjörum vandræðum með þig. Því hver þessi gæi? Hver þetta? Er hann íþróttálfur? Hver að fara í búning og eyða 20 árum í einhverjum búning? Þetta ekki einhver lunatic. Alveg spurningamerki, En þetta miklu meira en það. Algjörlega. En þú getur horta á þannig, svo gæltir hann bara, vá. Hann bjóð til brand sem líklega eitt þekktasta íslenska vörumerkið. Það var gerð könnun á, og það var, Latibær var með, það gert í 10 stærstu löndum heimsins, og Latibær var með 73% brand recognition, sem fólki þekkti vörumerkið. Næsta var flugleið með 0,03%. Þannig að Mér finnst bara þetta sem þú ert að lýsa núna, og ég hef hugsað áður þegar ég hef heyrt í viðtölum, mér finnst þetta svona alltaf því ofurmannlegt, mér finnst alveg fáránlegt ef að fólk sér ekki bara hvað það þarf mikið til að halda utanum svona og gera þetta allt Já, og svo getur líka verið, svo lendur þú líka í því bara, vá, ef þú ert með krefjandi einstakling, ég er ekkert vissum að margir myndu ráða Kára í vinnu, Bubba Mortens. Rétt. Þetta eru einstaklingar sem eru krefjandi. Ég meina, þú veist, það ekki að segja annað. Ég meina, Björk eru örugglega krefjandi. Alveg 100%. Og þannig að ef maður vill ekki það umhverfi, þá er þetta alltaf erfitt ef að fara að ráða viðkomandi þessu erfiður. En ég er ofta að gantast með það, ég myndi treysta mig til að reka fullt af fyrirtækjum. Kannski ekki day to day rekstur, en allan að koma inn og segja, Já, einmitt, það sem ég hugsa strax er einhvern veginn að þú veist, þú ert að tala með þetta með að horfa til framtíðar á þann og sjá nokkra leiki fram í tíman, það er svona einhvern veginn þessi að geta komið inn og endurskipulagt. Já, ég lef nefnilega dæmi. Mér finnst alveg svona common sense. Nú er verið að skipta forstjóra, Finnur vinur minn að fara að taka Finni hjá Högum og og það er verið að restruktúra allt dæmið, örugglega, myndi ég halda. Og mér finnst bara fyrsta common sense vera það er enginn inn í Hagkaup sem veit neitt mat. Mér finnst það bara augljóst. Þannig að þú kemur inn og spyrði eitthvað einhvern mat, það er bara örfáir sem veit eitthvað mat. Þannig að hugsa maður, á hvaða bílaverkstæði myndur þú fara sem enginn veit hvernig er að gera við bíl? Hvernig myndur þú fara á einhvern stað þar sem enginn veit neitt bara matsölustað og það getur enginn þjónað? Það er skrítið, Þannig að mér finnst þetta fyrsta sem myndi laga. Ég vil geta labbað inn í Hagkaup, spurt ykkur vöru og það er ekki bara hún í þessari hillu að ég veit hvernig hún á raðinni, heldur hvernig virkar varan. En þetta er út af því kannski fæst enginn til starfa, kannski þetta út í laun eða ég veit ekki hvað það er. Eflaust örugglega fullt að En það er þetta sem þú ert að segja með boxin sem að mér finnst að því þú ert að lýsa okkur eiginleikum hjá þér sem eru klárlega bara á einhverju svona exceptional leveli og ef ég horfir á fótbolta ef ég held svo mikið með Liverpool og þá horfir ég á Jürgen Klopp og ég hugsa að þessi gæi væri góður í að búa til teimi hjá hverjum sem er. Já, ég er samanlega. Það vilja allir vinna fyrir hennar mann. Ég er samanlega. Það nær því besta út úr mönnum. Já. Þannig að ég segi bara, hann væri exceptional stjórnandi af því hann kann að búa til liðsheild. Já, en þú segir alltaf áhugaverða hlutanna. Þú segir, það myndu allir vilja vinna fyrir hann þegar hann nærði besta út úr. Það er ekki allir sem vilja besta sig, Og það sögum finnst það bara erfitt, En við skulum orða þannig, hann líka velur fólk sem hann telur að sé til í að besta sig. Já, og það var eins og í Latabæð, þú veist, að þú ert kannski með fólk í vinnu, meðalaldur leistóni vinnu var held ég 4 til 6 ára eitthvað svona. Og reyndar segja þér í entertainment-bransanum að þú eigir bara að hafa 4 ár, af því að þú átt að láta viðkomendur vera í fjórhjóladrifinu og svo lætur hann fara. Þannig að, þú ert með grunnteimi sem er kannski 16 ár, eða 22 ár. Þannig að, en svo gat menn, ef þú náður þessi ekki á okkur 6-9 vikum, mánuðum, þá varst aldrei að fara að ná þessu. Þá þurftu bara að láta hann fara. Og þannig að
já, ég myndi halda það að maður gæti hjálpa mörgum fyrirtækjum í alls konar hlutum sambandi við alls konar bæði framtíð eða bara brandið Ísland eitt og sér, bara það en það gæti maður gert heilmikið fyrir myndi ég telja 100%, ég meina þú kannt að marka að setja í útlöndum þú er múin að vinna við það já, einmitt en það ekki sko ég reyndar núna þú veist ekki að ég hef haldið fyrirlestur allan heim, ég vinn við það sko, mest sko, svo ég að gera sjónvarpsþætti núna bara, aðra sem svona fullorðins, þannig ég að byrja þess á því, það svona, ég rétt komið fyrstu skrefum, gerði svona fyrirtæki með ég hugsaði með mér sem passaði fyrir þessa hugmynd sem ég var með, það kona sem gerði Borgen þættina og ég ákvað að tala við hana, það svona mest seldu sjónvarpsþættina á Norrlöndum og eitthvað 40 eitthvað lönd og latið bara með 170 lönd, þannig að þetta fínt combination að koma saman og selja þessa hugmynd saman og við erum bara að hanna þetta núna á fullu, erum að gera bara seríu sem var vonandi allan að ein en með hugmynd fyrir 2-3 ár Finnst þið gaman að vinna í sjónvarp? Mér finnst mjög gaman að miðlinn minnst það skemmtilegur sko. Minnst það mjög skemmtilegur ég ég verði að viðurkenna sko, að halla mér alveg fram það hvort að þegar tekur 5 ár á lífiðinu þú hoppar inn, gerir eitthvað 5 ár farin eins og þú varst inn í Latabæ stúdíu og hann sást ekki sól sko, og bara með gerviljós þannig að þetta tekur ofsaðan tíma og ég meina þetta tekur á og 3 ára gera eitthvað og klippa það og taka það og skrifa það og svona, tekur langan tíma en viltu verja tímanum í það er bara spurningum þá, mér langaði alveg að gera eitthvað annað, heldur kannski barnaefni, langaði að gera eitthvað annað að því þú ert bara með 4 grip á gítarinn í barnaefni þú veist, eins og ég var búin að vera í allir þessi 26 ár þú veist, það má ekki vera blóð og það má ekki vera sexy og það má ekki vera rigning það má ekki vera myrkur og það má ekki vera alls konar sko, núna ég að fara sko út úr því og ég er búin að vera með sko eiginlega agan að spila lag til lag sem með 4 gripum sko. Og þannig að það svona áhugavert. Ertu líka, hvað segirðu? Nei, mér finnst það spennandi sko. Ég er alltaf spenntur fyrir þessu verkefni. Þú ert líka af því það var annað sem ég langaði til að tala með hérna. Við erum þá búin að fara á flug með Latabæinn, en það er orðið heitt? Nei, mér er svolítið heitt. Svona þegar að koma svitin úr Já, ég svitna ekki. Þú erum vanur öllu eftir búningin en með menntakerfið það er svona eitthvað sem þú hefur verið svolítið á baku tjöldin svona, það er ákveðin ástriði þegar það er að reyna að ýta aðeins við því hvað það er þungt í vöfum að reyna að breyta kerfum ótrúlega þungt og það er eiginlega bara rosa ég veit ekki alveg hvað það hvort það sé þannig að kerfi viðhaldi sér eða er það kennarar eða þeir sem starfa við þetta vil ekki hrópla við þessu þetta er kerfi sem kannski viljum ekki taka bara einhverja prófum eitthvað svo gengur ekki þá allt bara heil kynnsló bara sem var kannski árgangar sem bara alltaf voru einhverju pröfu bara þú veist, prófum að kenna svona svo allt bara, ekki, prófum þetta það getur verið að það sé kannski gáfulegt að fara sér hægt ég myndi halda það en það eru kannski þú veist, ef maður hendir bók upp í lofti svona bara þykk bók upp í lofti og bara smarsast í jörðinni þá sér ekki hvernig vindarnir blása ef þú tekur bréfsnifsi og tjekkar það og sér hvernig vindarnir blása þannig að stundu þarft ekkert heila bók stundu þarftu bara eitthvað svona smá common sense núna er orðið 70% af strákum eða konum í háskóla og það fer aukningin í meira og meira bara strákar eru að droppa út úr skólum og það er sagt að fólk get ekki lesið sér til gags og bara það er alls konar hlutir í gangi sko. Ég held að við getum gert miklu betur hérna og bara miklu og ég held að námsefnið, kennslufræðin, kennslutæknin sé allt og langt á eftir. Það er fullt af fólki innan kerfisins sem langar að breyta þessu, langar að gera eitthvað en kemst einhvern veginn ekki í það, þetta er svona smá deig og við þurfum að gera eitthvað í þessu, bara virkilega átak sko. Við þurfum bara virkilega en ég er svona stundum að hugsa með svona átök og svona, ég er oft í svona að ég er ekki beint svona átaksmaður ég er svona long term guy ég er svona ég er svona consistent í langan tíma ég man eftir einni sögu af manni sem gerði Bjössáróló í Borgarnesi sem er svona róluvöldur fyrir krakka hann hafði ótrúlega fallegt viðhorf til lífsins hann var svona eldri maður og
og hann var að smíða hana leikvöld bara fyrir krakka og það pössuði bara alla spýturnar akkurat því hann notaði bara spýtur sem hann sá bara þessi spýta passa bara akkurat hér þú veit aldrei að saga neina spýtu en bara passaði allt, það var svo skrítið sko og róluvöllurinn bara tilbúin, bara það passaði allt, það var svo skrítið svo var aldrei rusl á veginum hans aldrei því hann labbaði alltaf heim tók hann alltaf upp ruslið tók alltaf upp ruslið hann labbaði þannig að á hans lífsleið var aldrei rusl að því það sem hann gekk tók hann til hann var á elliheimili og fólk að kvarta það var ekki að ganga kringum elliheimili eitthvað staðar og hann fór út á dvalarheimilinu og byrjaði bara að labba og tók alltaf 1 stein upp á stígnum sem var bara mörg ár svo bara allt í nú tók alltaf bara 1 stein svo sett hann í vasan svo allt í nú var stígurum bara komin þurfti enga vél, þurfti ekki neitt þurfti ekkert átak þurfti ekkert, þetta bara svona og hann sagði alltaf farðust tróðnaslóðir ekki fara ótróðnaslóðir og það er svo mikil umhverfi sinni í þessu sko farðu tróðnaslóðir og ég held að sé þetta gera ótrúlega mikið þar að taka eitthvað sem nú þegar og laga það og besta það þannig að finna það besta í fólki það sem þú ert bestur í það sem dræfið þitt keiriði áfram, innra dræfið og hjálpa fólki þar þannig að mér finnst kennari eiga að vera fyrst og fremst sem svona spottar þetta bara veitir þessu athygli staðan fyrir að við séum að taka próf í einhverju og sem er einhvern veginn sem er bara hálfgeir niðurlæging Ég var með Bubba einnum daginn og það var svo skemmtilegt þegar hann var að lýsa þessu hann er svo típist einmitt bara funkar eða eðlilega ekkert svakalega vel í skóla með skrifblindu og lesblindu og allan pakkan þegar hann er í Danmörku og það fyrst getur sagt að hann þú ert að gera músík og hann fær að spila músík fyrir bekkin og allir eru bara þú ert æðislegur og honum allt í hennu ég er bara góður og hann fær þessa tilfinningu auðvitað á að ídundi þetta meikar svo mikið sens algjörlega og þetta finnst mér vanta að því að við erum með eitthvað svona prógram fyrir skólan það er að taka próf í þessum boxum og allir sem er ykkur öðrum boxum þeir lenda bara í vandræðum og það eru statt svona íþróttir að ég vil að sko verði þannig að þú stuðlir að þú farur sjálfstraust í skóla minnst það bara aðalatrið skóli á að kenna þær að vinna kenna þær að hugsa fram í tíman og læra að læra eða læra að vinna sækja þeir upplýsingar og kunna það bara og ég held að það sé reynda að byrja að breytast tölvert sko, heldur að var og þú er að fá sjálfstraust að þú treystir þér í verkefni þú er tilbúin að taka þér eitthvað nýtt og þetta sjálfstraust þá var sagt stundum að íþróttir væri rosalega góð forvörn og ég er sammála svo hluta til en sko vegna þess að þetta er annað dæmi þegar einhverju tekinu upp fyrir fram að bekkin og menn voru að segja þú verður bara að láta fólk þessi gamla þetta voru að láta lesa bara lesa sko fyrir fram að bekkin ímyndaður maður tekur einhvern og lætur hann lesa fyrir fram að bekkin sem er bara, getur ekki lesið hann er bara ekkert góður í því hann hefur ekki DNA í það og hann er að lesa fyrir fram að bekkin og getur ekkert þegar hann lappar í sæti sitt er hann bara niðurlæður sjálfstraustur hans í mólum þegar íþróttamaðurinn sem bestur í fótbolta lappar upp og les og getur ekki lesið neitt og lappar, hann er ennþá bestur í fótbolta þannig ég held að sé það hann var að gera eitthvað íþróttamæðin sem hann var góður í og pluss það hann þurfti síðan að lesa þetta þannig að, en hinn sem var ekki íþróttum og ekki góður að lesa hann hafði ekki neitt þannig að það var alltaf að segja sko þannig að forvörn íþrótti fyrir þennan aðala var ekkit gott það þurfti að finna hvað þessi aðili hvað er það sem keirir hann áfram, voru það frímerki var það að skapa, var það að teikna var það að sauma, var það að spila lúður hvað var það sem keiriði sem er langar sem út góður í staðan fyrir að og ég útskýr þetta svona stundum ég sagði, sko, þú ferði ég myndar þetta séu boxin hérna og þetta séu hámar sem hún nærð út úr því að verða getu bara mannesku sem þetta sé allt, sterkur, góður, fljótur að hugsa, lengi að hugsa, fljótur að lesa, góður að muna talar hægt, talar hratt, fljótur að hlaupa, sterka vöða, litla vöða, bara allt. Segjum þessi 100, svo fæðistu, það getur þú valið 70. Það getur engi verið með öll 100, það verður bara eitthvað súbumenn, sko. Segjum þú velið 70. Svo þegar er búið að ákveða próf, það er búið að ákveða 5 af þessum boxum. Það varst að vera í tungumálum og dönsku, starffræði, ding, ding, ding. En allt í hennu bara, ert þú ekki með styrkleikan í þessum? Þú valdi 70 og 30 sem hún skildir eftir var akkurat þessi 4. Þá farið þú bara 4,9, þú bara fellur og hvað?
þú ert bara láglaunum maður sem eftir eða þarfst að fara að gera eitthvað bara, þú veist, þarfst að vinna einhverja verkamannavinnu eða gera eitthvað bara, þú veist, sem þú hefðir alveg geta komist kannski bara í tónlist, kannski hefði það verið boxið eða eitthvað allt annað. Og ég útskýri þetta stundum fyrir fólki og fólk sem auðvitað geta bara allir lesið og bara leggja á sig og vera bara, þú veist, koma bara aftur og gera þetta aftur og aftur. Þá segir við fólk, stundum ert ekki með DNA-ið í þetta. Þú ert bara ekki með það. Ef að Maggi Skeving fengi að ráða, þá hefur kannski verið bara, þú verður að komast í Split, keppum í því. Og þá allt í einu myndi alltaf bara einhverja lögfræðingar að væri bara allt í einu, gætur ekki orðið lögfræðingur að þú kennst ekki Split. Ef Maggi hefur sett það boxinn og þú getur ekki tekið einhvern mann sem hefur kannski óbærslega góður að muna, það hans bara á góður í ykkur og segja við hann, nú kemur upp á töflu og fer í Split fyrir framan bekkinn, aftur og aftur og aftur og þú lemur hann alveg þangað niður, þangað þegar þú tekur hann úr því sem hann er góður í, sem var kannski vera góður í að ykkur öðru og þá kemur hann út úr skóla, lélugur í Splitti og lélugur í sem hann var góður í að þú tókst hann úr því til að fara í aukatímana sko. Það á að spotta talentana, það á að spotta bara hvað það sem er. En þarf þá ekki að hafa nógu mörg box á meðan að börn eru ung til þess að reyna þá að auka líkundur á þú spottir þeirra box? Algjörlega. Ég meina, af hverju með ekki vera 1000? Ég meina, af hverju þurfa að vera 3? Einmitt. Eða 18 eða 15? Einmitt. Hvað myndur þú segja, sko, eitt að því þetta frábær pæling þetta með að fara að tróðna slóð og byrja að vinna bara í kerfinu eins og það og bæta, það væri ekki samhliða því síðan hægt ef það að því Óli Stef var hérna hjá mér og þá bara svona, heyrðu, ef það eru bara foreldrar, svo framalega sem það ekki verið að gera eitthvað fáránlega hluti, það eru foreldrar sem eru bara tilbúnir að senda börnin sín hér. Og hér bara verið að gera þetta öðruvísi. Þá ertu að meina þessi önnur option til, aðri valmöguleikar. Við myndum samhliða, byrja að gera svona einhverja tilraunir og þar myndum við sjá, heyrðu, þetta að svínvirka. Við setjum þetta inn í kerfið. Ég held að, sko, ég held að maður sjá þetta. Okay. Ég eiginlega þeirra skoðunar, sko, þegar að börn eru ánægð, þá hreyfa þau sig. Þú segir, viltu koma í bíó? Já, Þegar barn hreyfir sig ekki, þá eitthvað að. Okay. Það fyrsti indikatorinn. Okay. Ef að barn brosir ekki, þá eitthvað að. Þannig ég segi sko að hrúa inn úlingu sem að vaksa eða bara og sitja á stól út kannski 8 ára, 9 ára. Þú vilt bara hreyfa þig. Þú vilt bara hreyfingu. Sko bara hugmyndin að setja börn og láta þau sitja svona lengi einhvern veginn bara fyrir mér absúrt. Hún absúrt. Já, skilur mig. Bara það finnst mér að vera svona common sense áður að fyrir að prófa eitthvað annað. Byrjum bara á einhverju lögum eins og nokkra hluti. Ef við tölum fimmskokkið aftur, maður getur fimmskokkað. Ég myndi að vera að kenna barninu að lesa og þú myndi segja, við viljum að gera 5 hluti. Förum út að kenna að hjóla og við viljum að finna svona hangman story eða svona, þú veist, að finna svona stafarugl og við viljum að finna nokkra stafi til dæmis K og alls konar stafi, við viljum að leita þessu svo fer að hjóla og þú með barninu og þú kennir þig aðeins á hjóla og við erum að umferðarreglurnar að fara yfir göttuna og finna ykkur skilti sem stendur K á það K, skrifar það K, svo ferðu svo annar stafur og svo A og svo verður dun og svo allt innu, þú ert búin að vera í 20 mínútur á hjóla, búin að finna fullt af skiltum þetta A og svona og þá var það kengúra orðið kengúra og þið takir 20 kengúruhopp í garðinum ykkar þá eru búin að gera æfingar kvöldið nærði bók og les síðan kengúrubókina frá Ástralíu þannig að þú kennir kengúru komið frá Ástralíu og þannig að allt þetta er búin að 5 skokka þá barnið búin að læra hjóla það að læra stafina, það út að hreyfa sig þú lærir landafræði þú lærir kengúrur, þú gerir kengúruhopp og allt þetta en bónusinn er þetta, þegar þú ert að keyra í traffík daginn eftir krakkinn aftur í bíl hjá þér, þá segir hann hei pabbi, sjáðu, þarna annað K, þarna annað hann læri alltaf inn í stafina, sitandi aftur í bíl í umferðinni. Ég trúi miklu meira á þetta. Búa til svona tengingar. Já. Að það setja búa til mikið meira, svona heldur þú situr í kennslustundinni og ég kalla þetta svona, ef ég myndi segja þér frá fótboltaleik, þá mannst ekkert ógeðslega mikið. Ef ég myndi sýna myndir af fótboltaleik, þá var svona, já, mannst þetta 2 ár, mannst ég sýndi myndina af fótboltaleiknum, ef að við förum á fótboltaleikin, manstu við fórum að sjá fótboltaleikin bara live og þú myndir muna betur eftir honum, ef þú spilaði leikinn, þá myndir þú muna eftir í detail, sko, hvert einasta atriði úr svona leik. Þannig að það á að, sko, láta fólk taka þátt. Einmitt.
hvernig getum við látið þau taka þátt þannig að þetta verði svona upplifun vekja áhuga, þannig að ég myndi segja ef ég fengi algjörlega á það þá myndi ég byrja að breyta allir í kennarastéttinni, þá ég að segja náminu þeirra, ekki fólkinu heldur náminu þeirra, hvernig þeim kennt. Hvernig þá? Bara alls konar, bara kenna þeim hvernig á að miðla, hvernig að vera kennar er erfiðasta starf í heimi. Því mér langar að hafa þann disclaimer á þessu. Já. Alltaf þegar maður fer inn í umræðu menntakerfið, þá maður með þann disclaimer. Launin alltaf lág, þetta ógeðslega erfitt starf. Það eru jafnvel rosalega margir nemendur í bekknum, sumir eru óbúslega erfiðir og allt þetta. Og sumir eru að gera frábæra hluti. Alveg bara frábæra og maður manið til kennurum að fá bara út, vá þessi kennari bara bjargaði lífið mínu, sko. Það er alveg þannig, sko. Þannig að það er ekki það saman. En ég myndi breyta því að hafa kennaraháskólan svona, þar myndi ég gera tilraunar. Bara fullt. Þar, ekki á nemendum beint, heldur bara kennslufræðanum. Það er góð pæling. Og svo myndi ég taka námsefnið og breyta námsefnu, af því það er alltaf gamaldags. Og þá er ég að tala bara, við erum ekki alveg, krakkar eru komin langt á undan okkur, sko. Langt á undan. Já. Og það er náttúrulega mitt, svona jafn mikið og það er að verða sérstöku vandamóli allir þessi skjánótkun og allt það, þá er samt einhvern veginn fáránlegt að segja, hérna er einstaklingur sem er bara færar en við á að nota skjáina, en samt erum við enn að láta hann læra eins og þessi 1950. Já, en það sem er aðalgallin, myndi ég segja, sem er vandamál fyrir kennara, það er hreinlega það að þú ert að keppa við allt annað dæmi. Þú ert að keppa við líkamletta sem endorfín og alls konar fyrir heilan og það er búið að stúdira tölvuleiki og alls konar hluti sem gefa þig velun. Fattar við? Þú ert að fá bara velun. Og kennari, hann á erfitt með að koma með eitthvað efni sem þú bara hér í bók og það er ekkert að gera og krakkin hugsa bara, eitthvað strákur ekki að fá neitt endorfín. Ert ekki að fara upp á næsta level í tölvuleiknum eða að fá ný skot í byssuna og hvað sem er. Það er ekki þessi, að því maður líður best rétt áður og opna jólapakkan. Það er hápunkturinn. Það er svona, pakkin þú ert ekki búin að opna hann og svo væri alveg ánægður og þú sér hvað er inn í honum kannski, en það er svona sekundur áður og opna. Það er allt í botni. Þannig þarf kennsla að vera. Rétt áður og opna pakkan. En þetta er frábær punktur. Ég hafði ekki hugsað þetta því að ef ég tek mig bara þegar ég var í grunnskóla, að þá var sko, svo ég sletti stimulation levelið miklu lægra en það er í dag. Sem þýðir þá að það var ekki jafn erfitt fyrir kennarana og miklu erfiðar í dag. Miklu erfiðar. Af því þú ert að keppa við, það er búið að hætjaka heilanum í, kannski sérstaklega ungum kallmönnum oft, sko, sem er orðnir háðið tölvuleikjum og annað, sko, að þá bara... Og svo farið ekki, algjörlega. Það verður bara allt leiðilegt í samanburðinum. Allt leiðilegt í samanburðinum, já. Og þess vegna, sko, þannig ef að kennari getur vakið áhuga, sem sumir geta, þá eiga bara að fá orður, sko. Bara, þetta fólk á að vera í viðtölum alla daga. Bara ég segi bara hérna, bara kennarar, farið í viðtöl, bara þið eru þessi kennarar. Hvað er þetta að gera því manni finnst eins og segir með það er svona umræði sem er svona, hún er svona aðeins að taka af stað með kynin. Af því að einhvern veginn erum við, án þess að maður vilja alhafa, þá eru kynin ólík og það er eins og menntakerfið eins og það er í dag, það hendar karlkyninu verð. Það bara þannig. Það verður að vera hægt að segja þetta upp á. Það er bara staðrind. Það er bara allar tölur. Allar tölur bara flaggaði á þig. Og það er bara að taka það og hugsa bara að það er eitthvað að. Og hvað er hægt að gera í því? Það er alveg fullt. Ég myndi byrja á því að tala við kúnnan. Það er fyrsta sem ég myndi gera. Ég myndi læra á kúnnan. Hvað er það sem við erum að gera vitlaust? Það er fyrsta sem ég myndi gera. Og ég myndi síðan komast að því, hvað er það bara? Það er fyrsta. Svo við verðum með þá niðurstöðu, þá myndi ég tala og reyna að finna út úr því svona eigum við að sjá hvort við náum að vekja áhugaðan einhvern veginn öðruvísi, hvað er það sem myndi vekja áhugaðan þinn, þurfum við að, er þetta óleiðilegt, er þetta presenterað eitthvað og vitlaust eða hvað er málið? Og svo myndi ég breyta kennaraskólanum persónulega, hvernig við kennum. Ég myndi kenna krökkum fyrr bara strax í leikskóla, bara frá byrjun, af því að við erum alveg með unik, af því að við erum með börn frá leikskóla til 22 ára. Við erum bara með þau á ríkinu, liggum við, sko. Við höfum alveg ótrúlega tækifæri til þess að móta hérna einstaklinga, alveg bara, og mér finnst svo skrítið bara til dæmis þess að
með alla þessa umræðu, akkur ekki gróðurhús í hverju einasta skóla þessum þú ræktar matið sjálfur akkur kennum við ekki krökkum að rækta matið sinn sjálfur bara. Og eða akkur ekki með gróðurhús sem borðar hollari mat bara, þú veist, og alls konar svona það svo mikið af svona flutum sem ég skil ekki alveg sem ætti að vera bara eðlilegt að ég held að svefn skiptir óbúslega miklu máli mataræði skiptir ótrúlega miklu máli hvernig þú kennir hvernig þú lætur nemenda að taka þátt í einhverju og ég held að stráka séu bara fá meiri stimulation annars þar það mín skoðun Ég hugsa strax nokkra hluti sem svona mér finnst einhvern veginn þegar ég hugsa það skrítið að ég hafi þurft að læra þetta 30 eða eitthvað því ég var bara það til dæmis eins og með við erum með eitt líkama, ekki dálítið mikilvægt á okkur sem skilað úr þessum 6-20 ára tímabili og við lærum aðeins meir hilsu við lærum aðeins meir næringu við lærum aðeins meir bara, hvernig getum við látið þetta fungera sem best ekki dálítið gott að við lærum aðeins álit annara og samskipti og allir þessar hluti sem maður þarf síðan að reka sig á þegar maður fullorðinn, sko. Og bara alveg sama hvernig þú vinnur. Þú munt alltaf þurfa að læra þetta, en einhvern veginn, og til dæmis að tala fyrir framan aðra, það kannski verða að skána núna. Ég gat farið í gegnum nánast 15 ára námi. Þetta hefur skánað klárlega, sko. Krakkar eru opbóðslega flottir í dag, finnst mér. Mjög flottir og þetta hefur skánað mikið, en þetta gengur samt hægt. Já, ég sagði í gamla dag, þegar ég hélt fyrirlestur að byrja að halda fyrirlestur í skólum og svona alls konar við krakkana. Þá sagði ég að það er þrennt sem þú þarft í lífinu. Þú þarft að kunna borðtennis, vita hvað þú fær útrás og nægilega snertingu. Þá ertu bara fæn. Kunna borðtennis? Að kunna borðtennis samskipti. Það er hvernig þú spilar. Okay. Og þetta er götti, já, halló, þetta vaknaðir. Og þú þarft að vita hvernig þú spilar, borðtennis. Okay. Og það er þannig, ef þú spilar vegna svona lélegur, þá þarfst að spila aðeins öðruvísi. Þú getur ekki smassað á viðkomandi bara, þá hættir hann að spila þig. Þú getur ekki verið það góður, það veist ekki svarið, bara hérna starfræði bara upp á töflu og svo bara tekið snúning. Krakki nærir sig ekki. Þannig að þú þarfst kannski að spila öðruvísi. Svo verður betur og betri í þessu. Ef einhver er það að hann bara nennir ekki að spila eða getur ekki að þá hættur líka að spila þannig að samskipti skipta máli kúlan þarf að ganga á milli mjög mikilvægt það er hvernig maður tjáir sig bara þora að spila borðtennis hreinlega bara hvernig þú spilar getur ekki svona flotta bolta þessu betri sem verðið og levelu sem þú spila við þá verður betur og betri en svo þarfst að vita sem ég held að sé mest á vandamálið hvar færðu útrás og gefum okkur dæmi að þú væri með fullt af ventlum á þeir sem útrásin gætir opnað til þess að hleypa út allir orkunni eða einhverju og þú væri ekki bara fullur að riðsæðlum sko, að þá er það þannig að líka minn ef ég sæi ljón bara þá myndi hári rísa, augun stækka ég myndi svitna í lóanum og hjarta færa á flegi ferð út á hverju það? Jú, að þeirra búa mig undir að hlaupa í burtu og líka minn segir hlaupt í burtu og ég myndi hlaupa og ég þarf ekki að því ástæða verið í svitni í lóanum er það, ég vil ekki segja við ljónið ei, stoppaðu til að ná eitthvað spýtu til að reyna eða klifur upp í tré þú vilt bara vera með svitan tilbúin til að geta gert þetta líka minni það fullkomin, hann er búin að sjá okkur bara í 1000 ára, hann bara sér okkur alveg bara fullkomlega og svo lendir í dönskuprófi þú bara kemur inn og þú sest niður og last ekkert kannski eða kapla og kemur bara búm hvað gerist? Þú ert bara í prófi, hárið fer upp, doing, augun stækka, þú svitnar í höndunum og hjarta fer bara dum og hvað langar þig að gera? Jú, hlaupa út úr prófunu, þegar það er sem líka með ná að gera hann á bara að hlaupa út, en hann getur það ekki það er bara einhver banna að fara út úr prófunu og þá fellur og blablabla þannig að þú treður risaeðlunni eða ljóninu bara í svo þetta í umferð og bí verður brjála að treða svo rífstu við eitthvað náttúrulega svo þetta bara fullur á risaeðlum ef þú veist ekki hvar þú færð útrásina til þess að losna við allt þetta þá ertu mega vandræðum þú ert kannski ekki í íþróttum, kannski ekki í fótbolta þú ert kannski ekki að hlaupa eitthvað og þú ert ekki í tónlist, þú ert ekki í listum þú ert kannski, veist ekki hvar þú færð útrás og þá ert í pínu vandræðum vegna þess að hvað gerist að ég ætla að útskýra það svo er þetta snertingu að ég ætla að taka svo alveg saman svo er þetta snertingu, svo sem skapaði okkur hver sem það var hann þurfti að búa til hvað manneskjan þyrfti margar snertingar og þá spyrir, hvað þarf manneskja margar snertingar áður í sendi þannig að þegar að vera að testa okkur bara að segja mig Guð það við búið okkur til og þá kemur mótilan við fyrsta mannin og konuna og bara þeir lapp út og hann
druknaði bara hann þarf að setja lunga á hann bara risast á lungu, þú labbar út og druknaði bara alltaf stór lungu, getur ekki hreyft þig þannig fyrir maður að minnka lungun, getur haldið svona 3 mínútur til 6 mínútur og svo kollakvætti svo horfðu upp í sólina, það er að píra augun til svo er ekki blindur, það er alls konar hlutir líka með sér þetta þannig að ef þú ert allsber hérna fyrir utan stendur þar alltaf að sína þig í skólanum eitthvað og það er ískalt þá fer það skjálfa, alveg saman hvað þú þá bara líka með tekur yfir, forritið segir bara þetta er einhver hálfviti hérna, allsber hérna fyrir utan, ég ætla að sita hann á bara að byrja að hreyfa sig líka með sér þetta og við eigum að lesa þessi skilaboð en við höfum ekki alveg lesið þau þegar líka með fær alveg nóga okkur þá segir hann að þú er búin að vinna svo mikið að senda bakverk ég ætla að slíta bæseppin að Magga hann hlýtur að hlusta ég ætla að setja svart undir augun á hann hann er alltaf í speglinum að greiða þess hann hlýtur að sjá það en maður fer samt í vinnuna að maður er hægtur að læra að hlusta á þessi signal sem er hérna út allt og líka með sér alveg þetta þegar þú síðan ert að fá snertingu þá gerist það að þú ert lítil þegar þú voru að hugsa snertinguna þá enda á því að þeir segju hvað marga snertinga þar ein mannski að hafa segjum bara 3000 á dag til að vera hamingjusamur segjum þessu 3000 lítið barn fær 3000 snertingar mamman er að lifta og pappin að skipta á því og það er bara endalega svona svo bara fer amman í heimsókn og gúri og það er bara 3000 snertingar, allir glaðir svo allt innu verður krakkin eldri og er kannski stelpa, byrjar að fá brjóst og pappin veit ekki alveg og hann er kannski að klappa svona kollin á henni og hún er smá, hann er 11-12 ára, þetta er bara vesinn og hún eignast þá, fær ekki 3 snertingar og það bara forritið segir bara hvað eru snertingar það mínar og þá eignast hún vinkonu það er bara fara saman í skólan og halda og fikta í hárinu og bara alltaf saman og svona, fara saman á klósettið og bara alltaf bara, hvað gera strákar? Þeir slást og þeir bara alltaf í slag þannig í rauninni eru bara að káa okkur öðrum í rauninni sko. Þeir eru bara, þú veist, að fá bara snertingu svo allt í undir 15 ára 14-15, þá er ekki lengur cool kannski að, þú veist, og þú ert bara þá er þetta sér svo hormón, það er ekkert hormón það vantar bara 3 snertingar og þú ert í algjöru vandræðum bara veit ekki að ég fara með vinkonu mín og klós, þetta er svona bölva vissi þá fyrir bara forritið á stað og tekur yfir og segir bara þú ert bara að ná þér í Magga, bara kærustu núna, og þú fyrir að greiða þér öðruvísi og bóla getur eyðilagt lífið þitt og þú fyrir að labba öðruvísi í skólanum og klæða þig og eyða milljónum klukkstundir fram með speilin sko. Þá getur þú eignast kærustu bara og það var aldrei meira bara skúli bomb og bara snerting og rosa gaman bara, þá getur engan spatt, bam það fær konan 3 snertingar heima aftur kallinn fær bara 2, rekst á einn í hádeginu og talaði eitt svo óvart á bensinstöðinni og hann verður bara að fara í Old Boys í fótbolta eitthvað til þess að reyna bara að snerta eitthvað kall eftir að hafa skorað mark en það lýsaði hvað gerist þú missir stjórn á þessu það er þannig, á föstudegi hvað gerist þú fyrir að horfa henni í bæ á föstudegi jú, þú farið þér áfengi hvað gerist? Allt innu maður sem er alveg rólegasti maður byrja bara allt innu að tala bara bortinist, blessa og bara kalli mín og svona, hvað gerir hann svo annað? Jú, hann byrjar að fá útrás, hann byrjar að hreyfa sig, hann byrjar að dansa kannski, hann hefur aldrei dansað neitt, hann bara og aldrei bara hreyft sig, maður bara á mánudegi hreyfir hann sig í neitt, hann er bara útrás, bara veit ekki af hverju, og hvað svo? Svo byrjar hann að káa ykkur, bara þú veist, lága rassin á ykkur með að kalli minn og kissi ykkur, já, æðislegur, ég elska þig og þú er bara, sko, svo á mánudegi bara í vandræðum. Það er út af því að sko, þú ert bara fullur aðri seðlum sko, þú veist ekki hvað útrásin er og ef þú myndir vita það og þú fengir bara næga útrás gætir verið með góður í samskiptum fær næga snertingu ekkert vesinn. Þetta er geggjaður punktur. Allir glaðir. Þetta er geggjaður punktur. Og í umræðinu núna sem er svona smá vesinn að það er einhverju vitlýsingar sem er að káa á einhverju fólki sem vill ekki láta káa á sér þú veist þeir vantar örugglega snertingu ég er alveg viss 100% en sko, þeir eru ekki að fá hana þarna en það sjálfsögðu ekki þannig að sko, og það er annar punktur sem ég finnst áhugavert líka og það kemur svona innan nám með svona alls konar og það er það að það er sko, við erum alltaf að tala um innri ró það er fullt af fólki og þú veist fullt af fólki á fullu að leita sjálfum sér það er eins og bara menn að fara í svona journey að leita sér ég er aldrei sérstakur þarna ég er bara svona smá skrítinn sko vegna þess að ég hef velt þessu mikið fyrir mér og það er allir svona einhvern veginn að
oftast þegar maður leitar að eitthvað, þá finnur maður aftur bara heima, þú veist, maður fer bara svona, maður tekur eitthvað lag með Pálma Vegurinn heim, eitthvað, þú ferð bara hringt og fatta að bara best heima, ég er búin að fara, þú veist, einhvern, ég fann þetta bara í hjartan, þetta bara í mínum garði, eitthvað svona, þú veist, sko, maður getur bara lesið það, maður getur bara fengið þær upplýsingar frá okkur öðrum, maður þarf ekki að leita því sjálfur, maður bara finnur það í einhverju bók og maður les það, en það er að leita svona innri ró, allir svona ég ætla að ná í svona innri ró til að róa mig, finna mig og ég er að labba á 50 tinda og innri ró og ég er bara í náttúrun og svona, innri ró ég er alltaf að hugsa af hverju hættið þið ekki að leita þessi innri ró af hverju finnið þið ekki bara ytri ró hættið að hugsa hvernig ykkur líður hvernig mér líður og hvernig ég hef það og taka fleiri myndir af mér og bara þegar ég er að taka myndir af mér og bara eyða bara ótemnum tíma að taka myndir af sér og bara mér líður ég að finna mig, ég Akkur fer ekki að spekla hvernig öðrun líður? Akkur fer ekki að ytri ró? Leið og nærð ytri ró, ertu að fara að spekla það, þannig er einhver fátækur, hvað get ég gert? Þannig að þau hjálpa til, hvernig get ég, eins og Bjössi Róla bara tók hann stein og fór tróðan á slóði, sko. Það er kannski ekki tilviljun að eitt af fyrsta sem sagt við alkohólista þegar þeir eru svona komnir í eftirmeðferð bara alltaf þeir eru á leiðinni í fíkn, þá verður að fara að hugsa hvað get ég gert fyrir aðra. Já, ég meina sko, það er það sem mun hjálpa þér, sko. Þegar þú gerir ytri ró, þá kemur innri ró. Þú veist, það gerist automatíkli, held ég. En auðvitað eru kannski sumir sem alveg týndir, kannski bara veit ekkert, þú veist. En mér þessi teóriða þín með snertingun og útrásina, sko, því ég hugsaði þegar ég fór að, sko, ekki það einu, þetta búin að vera latur við að mæta á undanferðin, þegar ég fór að mæta þessi Mjölni. Já. Og ég þekki, sko, vel Sunnu og ég kannast ágætlega við Gunna, þetta fólk er bæði að fá rosalega mikla útrás og rosalega mikla snertingu í gegn, og maður hugsaði með það er eitthvað þegar ég sé fólki sem er í glíminu, þau eru eitthvað svo róleg það er rosa ró yfir þið það er allavega því þessar 2 kríteríur eru í mjög góðu lagi sko. Og það, sko, ástfangi fólk fæ nægilega snertingu, það fæ nægilega útrás og það tala saman því það er enginn að dæma neitt fyrst, það er allir svo glaðir og svona fullkomin tími bara fullkomið, allir glaðir. Þetta sem sagðir áðan með, sko, hérna, í raun og veru, að því að ég var mikið að pæla í heilsu, mikið pælt í heilsu, það er þetta með sympatíska og parasympatíska taugakerfið, að þegar að sympatíska taugakerfið, sem er svolítið bara svona fight or flight, það er í raun og veru, í mjög einfölduðu máli, er heilsufarsvandi nútíma mannsins, að við erum allt og mikið í sympatísku ástandi þegar við erum bara að sitja við tölvi eða líkaminn og hormónastarfsemin og boðefnakerfið er að fara af stað eins og það sé eitthvað stórkostlegt að gerast en ég sit bara og ég þarf að tróða þessu niður ég myndi bara inni bara risaðlan er inni já, og þá þarf það einhvern veginn að fá mjög bygglaða útrás sem er þá einmitt, þú byrjar að fá verki gunnun og alls konar já, mandar bara útrásin, veist ekki hvað að færa og þá er það oft svona ég kalla stundum útrás líka innri dræf eða svona að sé drifkraftur innra með þess að þú þarf að finna, hvað er það sem keyrir mig áfram en auðvitað er þetta ekki, getur líka verið boðefni heilanum, það er til alls konar sjúkdómar og þunglindi og svona og það er ekki að segja fólk sem er veikt laga þetta bara sjálfur með því að þetta er ekki svoleiðis, ég er ekki að tala um það er til fullt af hlutum sem bara líkaminn er stundum smá bilaður sko. hann getur verið veikur í hnénu og hann getur verið veikir í höfðinu 100% og ég vona það bara við séum bara með geðsjúkdóma og eitthvað svona fólk getur bara komið fram, ég er bara með þennan geðsjúkdóm eða hvað sem er, að við tökum það nú bara eins og það sé eins eðlilegt og hægt er sko. Og ég vona það sé nú bara búið sko. Að Íslendingar já, mér sýnst það vera að koma á mjög gott ról sko. Já, mér finnst það fínt en mér finnst þetta mikið veltur sem fyrir með þessa að hvernig við bælum hluti og fáum ekki útrás og það býr til bæði andleg og líkamleg vandamál. Það gerir það sko. En sko, svo held ég líka þegar maður þarf aðeins líka að taka kannski auðvitað ábyrgð sjálfur á bara eigin lífi eins og þú veist, ef maður finnur maður að vera þungur, farðu þá að sjá eitthvað skemmtilegt leikrit eða sem hún hlærða, farðu að setja bíómynd og farðu að hitta eitthvað fólk brandara eitthvað svona, þú veist, það hjálpar allt sko, þú veist, ef maður finnur aðeins sem maður kann inn á sig sko, að maður þarf að læra að hlusta á sig, veitu hvernig þú veist, að læra það bara, já. Er ekki líka eitt þetta sem þú sagði í byrjun með bækurnar að svona, gerðu eitthvað þá gerist eitthvað ef þú sjokkar aðeins heilastarfseminina þá fer aðeins opnast og gerir eitthvað nýtt að þá kannski gerist eitthvað algjörlega. Ég upplifði það með mig þegar ég verið orðin þungur og svona eitthvað þá er það því að ég er orðin rosa staðnaður
ég ekki að gera neitt nýtt. Nei, það oft þannig sko. En sko ég segi stundum að gera, ég sammála þessu með að þú þarft að gera eitthvað nýtt þess að fara svona út fyrir boxið og prófa að gera eitthvað annað, stimuleita heilan, en það sem ég legg stundum á líka að það ekki það að gera alltaf nýtt og nýtt og nýtt. Ég held að það líka stundum gott að besta sig bara í því sem maður góður í. Og þá þetta að gera nýtt í því líka. Þannig að það ekki bara að prófa eitthvað nýtt, alltaf að prófa eitthvað nýtt, það nú í kajak og svo næst þetta og svo eitthvað. Það getur alveg verið að besta sig líka í ykkur sem maður góður í. Vá, mér finnst þetta gaman, ég alltaf góður í þessu, það að vera betri. Absolutt. Það alveg hægt líka. Absolutt. En líka kannski að finna ef að, þú veist að því það mjög oft þannig að þegar þú ert búin að finna þitt þá ertu komið með löngunin og gleðin og þá viltu besta þig, en oft þegar maður er orðið mjög staðnaður, þá því ég þarf bara að prófa núna 5 nýja hluti og einn af þeim mun gefa mig gleðin og verða minn. Algjörlega, alveg samanlega. Ég hef oft haft það fyrir reglu þegar ég er orðin eitthvað, bara ég ætla að prófa 5 nýja hluti næsta mánuðin og þú veist, og líklega verði ég glaður þegar ég er búin að allavega einu þeirra sko. Og það trykkaði heilan aðeins með því að bara að náðu fjárstýringuna þú nennir ekki, farðu bara stöðsuna á þína. Þannig bara farðu núna bara, ég ætla bara að gera þetta, ég ætla bara að taka til í einu herbyggi bara. Það var góð maður minn sem gaf mér þessa ráðleggingu þegar ég var svona barsladóldi mikið með mig og eitthvað og hann sagði, láttu lappirnar taka þig. Já, láttu lappirnar taka. Ég sammála þessu. Þið líður eins og þið langið ekki, láttu lappirnar taka þig. Farðu bara á stað. Já, ég alveg sammála þessu. En sko þú veist, auðvitað að tala og verið að framkvæma sko, en ég er svo heppinn að ég hef kannski aldrei þurft að díla beint við alls konar erfiða hluti en samt sko held ég öll mínu vandamál svona smá brotabrot við alls konar sem fólk lendir í sko. Minnst ég svolítið upplifa þegar ég er að tala við og þegar ég fylgst með þér að þú ert klárlega með útráðsarfaktorinn í dálítið góðu lagi og hann hefur alltaf verið í dálítið góðu lagi. Hún hefur alltaf verið í góðu lagi. Og þú ert með ástríðu. Já. Sem eins og Kári sagði hérna hjá mér, hann sagði það sem gerist oft með kulnun og þetta bara eftir ákveðin aldur að þú bara veist ekki akkur að vakna á mótnana. Já, why? Af hverju er ég að þessu? Why should I do it, sko? Já, ég veit það. Vantar ástríðu, þú ert að finna ástríðuna. Já. Og finna hann í einhverju, og það ótrúlegt hvað hún geti leynst, sko. Það nefnilega málið. Já, og þetta, í nefni stundu, sko, maður sér oft ekki tækifærin fyrir fram að sig. Maður sér þau stundum ekki. Bara, segjum til dæmis bara, þú ert að horfa á American Idol. Nei, söngvakeppna, gerir bara grína því einhvern veginn, svo kemur sko gæja og sá það og gerir American Idol, skiljum mig. Akkurat. Og hann bara breytið til dómarinn inn og bara stærsta sjónvarpsefni í heimi, sko. Og maður horfði á það og gerir grína þess að sá engin tækifæri í þessu. En tækifærin eru alveg ótrúlega stöðum. Það út allt, myndi ég segja. Og þannig að maður þarf svona að vera kannski opinn bara, reyna að vera svona þokkala opinn. Já, einmitt, og vakna á mótnana og einhvern veginn, þetta alltaf nýr dagur, sko. Sem við erum að upplifa með alls konar möguleikum. En það eiginlega sko það er svo skrítið með lífið að maður sko er að hugsa sko ef maður er að hugsa framtíðina að þegar maður er alltaf að spá svona hvað gerist næst og svona ég held að við séum sko búin að vera áskonum isma, búin að vera þú veist alls konar ismi, nazismi og kommunismi og kapitalismi og núna erum við statt í svona náttúrulisma við erum smá þar búin að vera feminismi var líka hann í gangi og svona en við erum í svona náttúrisma sem verður næstu árin en ég myndi að halda eftir það kannski svona það er svona kallað náttúrisma þegar þú tala umhverfis já. Og svona nýjun orkunar og fara hans að speklura í alls konar umhverfun og svona ég held að næsta sem kemur er minimalismi ég held að það veri næst og það verður einhvern veginn þannig að við verðum bara nánast svona deilikerfi í öllu einhvern veginn sko þannig sko þetta verður svona minnum nánast þú getur farið hvert sem þú hreyfir þig bara og ert bara með vissan þú veist ég held að það verði á hverju byggjur það? Ég bara tel það að vera svoleiðis ég held að það hringurinn sé í þá átt og því að maður sér það bara á krökkum og bara hvað er í gangi bara þú veist hafa ekkert endilega áhuga að taka bílpróf þeir vita bara, ég sést þetta hjól og ferð þanga og þú veist, ég er ekki náð og ég sé, akkur er út að leika við vinni þína ég er að leika við vinni mína, þá bara eru þau bara hérna hjá þú veist, eru bara hér og ég er að tala við þá og þú veist, og hvað sem er, þannig að ég held þetta verði bara þannig, þetta verði sko, þá ætti að vera hissa þegar við haldið á þessu, ég held að þessi kynslóð núna sem er allast upp, börni þeir ættir að segja helst á þessu, bara voru alltaf með þetta í höndunum, bara er það alveg klikkuð sko, það voru ekki bara með þetta en ég myndi alltaf að vera svona minimalismi ég held að sé píndu þannig að vera svona meira svona af hverju að eiga
ykkur hlut sem maður getur bara, margir geta deilt. Já, eftir meira portable bara. Ég man þetta einnig kerru til dæmis sem einhvers staðar í Vesturbænum, sem enginn kannast við. Það er bara kerra þar. Og það veit enginn af hverju þessi kerra þarna. En þessi, í litla skerri og þá fara bara allir að taka kerruna og nota hana og svo hún setta á sinni stað aftur. Það veit enginn hver á hana. Mér finnst þetta alveg beautiful. Já. En það veit ekki hvernig hún kom eða hvernig hún var en það er allir að nota kerruna. Svo kemur hún bara alltaf tilbaka. Og sem náttúrulega frábært. Já. Við erum klárlega ég þarf að prósessa bara svo margt sem þú að segja þetta sko. Ég geggja að fá þig í heimsókn. Geggja að fá þig í heimsókn. Takk fyrir það. Ég held ég hef ekki endurtekið of mikið fólk er aðeins að djöflast í mig fyrir að ég sé stundum að segja sögur að sjálfum mér Mér finnst það frábært. Mér finnst samtal þarf að vera dálítið þannig. Já, nú er ég rosa mikið að hlusta sko, því það er svo bara geggja, minnst þessi 3 vendlar sem þú vorst að tala er rosa áhugaverðir sko. Já, það er sko, ég seti þetta svona upp í ykkur svona líkingamynd, auðvitað er þetta miklu meira og miklu flóknara og allt það en sko, ég seti þetta bara svona upp þegar ég er að tala kannski við krakka Ég er strax byrjaður að pæla í sko útrásar og snertingavinklunum Til að ég sé nú að alveg samskiptavingillin er ég er mjög mikið að heyra samskipti við fólk sko það er svona hitt vend, maður getur alveg skoða það sko Gott að vera með þetta í huga Ég held sér alveg aftilega að gera það, því ef maður veit ekki alveg hvað maður fara útrás. Og það getur verið í listum, það getur verið í mismunandi, tónlist, það getur verið, þú veist, í fullt af hlutum, getur verið á málir eða teknir. En sko, maður finnst stundum eins og sko, að, sko, maður velti fyrir sig sko, við erum að eldast, þú veist, þjóðin, og við verðum sko eldri. Hvað erum við að fara að gera við allan þann tíma? Hvernig ætlum við að verja honum? Í hvað? Og það var sagt til dæmis að það væri fyrir eldri borgara væri bara í Japan til dæmis, væri bara major mál hvað það var að láta á að gera sko. Það þarf að koma upp með entertainment eða eitthvað skemmtun fyrir eldri borgara sko. Og ég sakna eins og rosalega eldri borgara sé ekki meirinn í samfélaginu. Sammála. Eins og ég fer til Ítalíu þar bara eru eldri borgarnir með. Ég sakna þess rosalega. Að vera ekki bara að maður sjái að þessu bara miklu meira með séu nær skólunum, séu nær leikskólunum, séu nær að við séu nær dvalarheimilunum einhvern veginn Þannig líka alls konar reynsla og þekking sem við getum grætt á sko Algjörlega sko og mér er stundu gaman þegar maður sér sko fræðingar og maður átt að útskrifast í skóla til 4 ára út fræðingur ég held alltaf að fræðingur væri þú veist maður sem væri eða manneskja eða persóna sem væri búin að vera óbúslega lengi að ástunda eitthvað þá yrði maður fræðingur svo yrði maður kannski sérfræðingur þegar maður væri búin að vera 30, 40, 50 ár og ég held að sko elliheimilin sé fulla fræðingum sko sem geta alveg sagt okkur ýmislegt hvernig við ættum að fara tróðnaðarslóðir. Fattar það mig? Já. Þannig að ég held að við erum ekki að nýta þennan og að blanda hann saman. Þannig að ég held líka nýja kynslóðin svo Lions Villa, þú veist, ég labbaði í bæinn og léttiskapi var hérna og lítið hann inn á búllu sem gætt vana hérna. Þá var hann að segja sko næsta kynslóð kemur svörin þar sem sildu við í strand. Ég held að það sé rétt, ég held að sko, nýja kynslóðin á þetta en það er að blanda þessu miklu meira og við erum á Íslandi ekki að blanda þessu nóg einhvern veginn, ég veit ekki af hverju kuldin, vegalandirnar, ég veit það ekki Kuldin spilar svolítið, ég hef mikið pælt í þessu nefnilega líka því ég ferðast mikið, að kuldin spilar inn í út af því að eins og þú nefndir Ítalíu, svona eins og bara Suður Evrópu og svona, það sem fólk er meira út á götum og svona, og við erum dálítið mikið í bílunum okkar og förum úr bílunum inn í húsin sko. Ég held að það spil inn í það er eitthvað svoleiðis og það er, þetta gerist svona meira organic þar sko, þú veist að þá er bara hægt að vera út á veitingósinu og það er alla kynslóðið þetta saman en það væri gaman að reyna sko, ef það væri einhvern veginn unni með það meira hvernig gerum við þetta til þess að auka þetta. Algjörlega, við þurfum kannski að hafa þess meira fyrir því, en það er ekki þar með að við getum ekki auðvitað gert það. Já, ég myndi halda það líka. Já, algjörlega. Og bara, ég myndi halda það. Ég er rosalega, að því að tala um þess að þú horfir á fótbolta, ég er rosalega ánægður með hvað kvennafótboltinn er að gera góða hluti. Já. Alveg svakalega gaman. Já, geggjað. Alveg. Ég ætlaði að reyna að fá hana Söru Björk fyrirliða, en hún var bara í sóttkví þegar hún var inn á landinu og hún kemur í viðtal Ég er rosa spenntur fyrir kvennafótboltanum. Mér það er frábært sko. Hvað er að gera sko. En já, þetta er svona. Þetta búið að vera gaman maður. Takk æðislega fyrir að koma. Að fá mig sko. Já, takk æðislega. Og bara vona bara þetta er frábært þetta og gangið vel með þetta. Takk æðislega að fá þig. Takk.